Góðan daginn. Heyrist ágætlega í mér? Góðan daginn öll sömul, komið sæl og velkomin á aðventufund Félagsráðgjafafélags Íslands sem haldinn í tilefni af alþjóðlega mannréttindadeginum og þetta hefur verið hefð hjá félaginu undanfarna áratugi. Það orðið meira en áratugur síðan þessir fundir byrjuðu. Og það bara í þetta sinn fundurinn haldinn í samstarfi við fagdeild félagsráðgjafa í félagsþjónustu og það afskaplega ánægjulegt að sjá hvað margir eru komnir hérna í salinn til okkar á Grand Hotel og svo fjöldi fólks að fylgjast með okkur í streymi. Fundurinn líka tekin upp og verður þá aðgengilegur á vefsíðu félagsins eftir á, þannig að þegar eitthvað viljið horfa aftur eða rifja upp eða þau sem ekki höfðu tíma til að vera með okkur í dag, að þá gerum við efnið aðgengilegt. En í tilefni dagsins þá viljum við vekja athygli á þeirri staðreynd að mannréttindi þau byrja heima. Og það í bókstaflegri merkingu og það þema mannréttindadagsins í ár. Húsnæði meira en þak yfir höfuðið, það öryggi, það friður, rými til að vaxa og það jafnvel staðurinn þar sem að lífið tekur ákveðna stefnu. Og þegar fólk hefur ekki öruggt heimili, þá breytist allt. Heilsan, fjölskyldulíf, sjálfstraust og þáttaka í samfélaginu. Og það þess vegna sem við erum hér í dag. Við erum hér til að tala fyrir þau sem ekki heyrast og til að krefjast þess að kerfi sem við byggjum upp að þau endurspegli virðingu, réttindi og mannlega reisn. Á aðvendunni þá horfum við fram á við með þeirri trú að þegar við gerum rétt fyrir fólk, að þá gerum við rétt fyrir samfélagið. Félagsráðgjafafélag Íslands hefur áður sett húsnæðismál á dagskrá. Það var á alþjóðadegi félagsráðgjafar í mars 2023. Þá leituðum við til félagsráðgjafa og óskuðum eftir örsögum úr þeirra starfi sem væru lýsandi fyrir húsnæðisaðstæður þeirra einstaklinga og fjölskyldna sem þeir hittu fyrir í daglegu starfi. Við fengum 25 örsögur sem við afhendum ráðherrum félags- og húsnæðismála á Austurvelli eftir að félagsráðgjafar höfðu lesið upp nokkrar sögur. Og það ár var áfram fjallað húsnæðismál vegna þess að við höfum forgöngu það í samstarfi við velferðarvaktina að halda málþing húsnæðismál þar sem örsögurnar voru einnig lesnar upp. Og mig langar að leyfa mér að nota tækifærið núna og gefa ykkur innsýn inn í nokkrar af þessum sögum, svona eftir því sem að tími leyfir. Og ég ætla að fá að lesa hérna eina sögu sem að kemur frá félagsráðgjafa og sem hljóðar svona, sagan sem við fengum. Mesta álagið sem ég finn fyrir í vinnu sem félagsráðgjafi hjá Reykjavíkurborg úrræðaleysi í húsnæðismálum. Ég hef ekki tölu á því fólki sem ég hef hitt og býr hvergi. Það vonlaust fyrir þau að reyna að leigja á almennum markaði og biðin eftir félagslegu húsnæði tekur mörg ár. Á meðan þau bíða fá þau að gista hér og þar. Þau fara á milli vina og vandamanna og sofa á sófa í stofunu eða dýnu á gólfi. Þegar þau hafa samband og ég þarf að segja, nei, því miður, það ekkert að frétta. Þú fékkst ekki íbúð þessari úthlutun. Langar mig að öskra og spyrja, af hverju ekki byggðar fleiri félagslegar íbúðir í þessari borg? 5% viðmiðið ekki nóg. Vitið þið það ekki? Þá var líka Dagur borgarstjóri. En það var ákall til dags og Heiðu Björgar sem þá var formaður velferðarráðsins en núna borgarstjóri. Og við köllum aftur til þeirra. Á meðan á heimsfaraldrinum stóð, gekk sumum betur að fá leigt á almennum markaði því ferðamannastraumurinn lagðist nánast af.
Nú heyrum við í auknum mæli af fólki sem að missa íbúðir af því þær eru að fara í útleigu til ferðamanna. Þá bætast þau að biðlista félagsbústaða í hópinn sem býr hvergi og bíður eftir símtali frá félagsráðgjafa sínum úthlutun. Sú bið tekur mikið á og á meðan gerist oft margt slæmt í lífi fólks. Núna fyrir árinu þá rifjaði ég upp að það eru 35 ár síðan ég byrjaði að starfa hjá Reykjavíkurborg hjá félagsþjónustunni. Og ég kannast algjörlega við nákvæmlega þetta. Þetta hefur ekkert breyst. Jafnvel orðið bara verra. Og við finnum það hjá félagsráðgjafafélaginu, mikið álag á félagsráðgjöfum og mannréttindi eru grunngildi félagsráðgjafar og félagsráðgjafar starfa eftir siðareglum og það þeirra hlutverk að vekja athygli á stöðu fólksins sem við hittum fyrir í daglegum störfum. Og ég vona að við fáum góða innsýn í það núna í dag. Við höfum fengið til okkar sérfræðinga sem ætla að fjalla húsnæðismál út frá ýmsum sjónarhornum og svo munum við fá pallborðsumræður þar sem ykkur gefst tækifæri til að spyrja fyrirlesarana ef þið hafið spurningar. Það verða ekki spurningar eftir hvert fyrirlestur, en ég ætla að biðja ykkur að taka niður og nótira hjá ykkur spurningar. En ég ætla aðeins að fara yfir fyrirlesarana. Aðalbjörg Jóhanna Bárudóttir, félagsráðgjafi og teymisstjóri á Vesturmiðstöð Reykjavíkurborgar. Hún hefur sérþekkingu á stuðningi við fjölskyldur og einstaklinga í ótryggu húsnæði og hún líka talskona ráðs fagdeildar félagsráðgjafa félagsþjónustu og kom einmitt með okkur að undirbúningi þessa málþings. Egill Guðlaugsson og Kristín Amalía Líndal. Egill sérfræðingur í lánum og stofnframlögum hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og Kristín Amalía hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun með áherslu á greiningu leigumarkaðar og þróun húsnæðisöryggis. Við erum hér með hjá okkur Kristínu Hebu Gísladóttur sem framkvæmdastjóri Vörðu og hún sérfræðingur í rannsóknum á lífskjörum, vinnumarkað og félagslegum jöfnuði. Og Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins. Hún með djúpa innsýn í húsnæðismál og öryggi kvenna sem flýja ofbeldi. Ólöf Karitas Þrastardóttir og Elín Klara Bender, félagsráðgjafar sem starfa á Austurmiðstöð Reykjavíkurborgar og þær að sinna úrræði húsnæðis- og stuðningsúrræði fyrir einstæða foreldra. Og síðan að lokum Erla Björg Sigurðardóttir sem félagsráðgjafi, forstöðukona Þúfunar áfangaheimilis fyrir konur og lektor við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands ætlar að fjalla málefnið og hún einmitt saminar svolítið fræðilega og hagnýta þekkingu á húsnæðismálum fólks í fíknivanda. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili og bjóða hana Aðalbjörgu Jóhönnu Bárudóttur að koma inn í pontu og taka við. Gjörðu svo vel, Aðalbjörg. Góðan daginn og ótrúlega gaman að sjá svona mörg hérna. Ég sá að það var svo margt að vera í dag. Það eru svo margir sem vilja gera eitthvað á mannréttindadaginn og mér svo skemmtilegt að það séu fleiri sem eru tilbúnir einhvern veginn til að vera með okkur í þessu og langar til þess að berjast fyrir mannréttindum fólks. Þannig ég er bara þakklátt fyrir þá sem völdu að koma hingað en ekki fara eitthvað annað. En ég ætla eins og Steinunn sagði að tala ótryggar húsnæðisaðstæður fólks sem eru skjólstæðingar félagsþjónustu og eins og þið sáu á þessum ógeðslega langa titli þarna áðan að þá vinn ég á Vesturmiðstöð sem félagsþjónusta í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum. Þannig ég ætla aðeins að segja ykkur svona frá reynslu minni, samstarfsfélaga minna og svona því sem hefur komið upp í fagdeildinni þegar talað húsnæðismál. Og ég ætla að tala þær áskoranir sem fylgja húsnæðisóöryggi og hvernig það hefur áhrif á líf fólks almennt, en einnig hvernig það mótar starf félagsráðgjafa í félagsþjónustu. Í félagsþjónustunni vinnum við með fjölbreyttum hópi fólks sem á það sameiginlegt að glíma við einhvers konar félagslegan vanda. Margir þjónustuþegar þiggja fjárhagsaðstoð sér til framfærslu og það sá hópur sem stendur gjarnan hvað höllustum fæti fjárhagslega. Þetta auk þess hópur sem á sér fáa málsvara.
hópur sem getur oft ekki nýtt sér húsnæðisúrræði óhagnaðardrifinna leigufélaga og hópur sem getur svo sannarlega ekki nýtt sér hlutdeildarlán. Húsnæðisóöryggi hefur á undanförnum árum orðið sífellt meira sýnilegt í íslensku samfélagi og við sem störfum með fólki í viðkvæmri stöðu sjáum afleiðingarnar á hverjum einasta degi. Hér í dag ætla ég að leitast við að varpa ljósi á afleiðingar hárrar leigu, stuttra leigusamninga, síhækkandi húsnæðiskostnaðar og almenns óöryggis tengdu búsetu. Jafnframt mun ég fjalla það hvernig þessi óvissa hefur djúpstæð áhrif á andlega heilsu, félagslega virkni, atvinnumöguleika og getu fólks til að sinna sinni fjölskyldu. Þá mun ég einnig fjalla hlutverk félagsráðgjafa og hvernig við sem fagfólk getum reynt að styðja við fólk þrátt fyrir kerfislægar hindranir sem við höfum takmarkaða stjórn á. Eitt stærsta vandamálið sem fólk í viðkvæmri félagslegri stöðu stendur frammi fyrir sú staðreynd að leiguverð orðið svo hátt að það étur gjarnan upp allar ráðstöfunartekjur heimila. Við sem vinnum í félagsþjónustu sjáum reglulega dæmi þar sem fólk borgar allar sínar ráðstöfunartekjur í leigu í hverjum mánuði. Fólk reiðir sig svo á matarúthlutanir og lán frá vinum og ættingjum til þess að framfleyta fjölskyldum sínum fram að næsta barnabótamánuði. Þá nota fólk barnabæturnar til að greiða skuldirnar. Fjárhagsleg spenna sem fylgir þessu verður oft og tíðum langvinn og getur valdið mikilli streitu. Fólk í þessari stöðu á það til að upplifa skömm, vonleysi og vanmátt og getur átt erfitt með að horfa fram á veginn. Þetta ástand sem enginn ætti að þurfa að búa við, hvað þá til lengri tíma. Stuttir leigusamningar, oft 6 til 12 mánuðir, orðnir algengir á leigumarkaði. Þetta þýðir að fjölskyldur vita oft ekki hvar þær koma til með að búa ár frá ári. Þessi óvissa grefur undan öryggistilfinningu, gerir fólki erfitt fyrir að festa rætur, mynda félagsleg tengsl og hafa tilfinning fyrir því að eiga sér öruggt heimili. Fyrir börn getur þetta leitt til erfiðleika í skóla, kvíða, óöryggis og erfiðleika við að viðhalda vinatengslum. Hversu oft höfum við ekki séð fjölskyldur sem fara á milli sveitarfélaga og á milli hverfa og það ger aldrei hægt að koma neitt í þjónustu á vegna þess að það alltaf flutningar handan við hornið. Fyrir foreldra felur þetta í sér stöðuga baráttu við að skapa öryggi í aðstæðum sem eru ótryggar í eðli sínu. Leigjendur oft í mjög erfiðri samningsstöðu gagnvart leigusölum. Algengt að leiguverð fylgi vísitölu, sem þýðir þá að leiguverðið hækkar í hverjum mánuði. Við endurnýjun samninga leiguverð svo gjarnan afturhækkað. Og þessar hækkanir stundum svo miklar að fólk hefur ekki efni á áframhaldandi búsetu. Tekjur fólks fylgja oftast ekki þessari þróun, sem veldur því að í hverju mánuði verður minna og minna eftir af tekjunum. Þetta veldur því að fyrir sumt fólk verða framtíðar áætlanir að nær ómögulegu verkefni. Fólk getur ekki sparað, ekki fjárfest í eigin lífi og sér ekki hvernig það kemst út úr vítahringnum. Þetta hefur afgerandi áhrif á sjálfsvirðingu og getu fólks til að byggja sér framtíðarsýn. Ótrygg búseta felur einnig í sér að uppsagnarfrestir oft mjög stuttir. Það að vita að heimilið getur verið tekið af manni með stuttum fyrirvara hefur gríðarleg áhrif á líðan fólks. Áhrifin geta komið fram í erfiðleikum með að hugsa nokkuð annað en húsnæðismálin á meðan þau eru óleyst. Öll orka fólks fer í húsnæðisleit og lítið verður eftir til að sinna sjálfstyrkingu, atvinnuleit eða umönnun barna. Húsnæðisöryggi ekki eingöngu félagslegt vandamál. Það getur einnig haft víðtæk áhrif á heilsu. Langvarandi óvissa virkjar streitukerfi líkamans og fólk verður stöðugt á varðbergi.
Þetta getur valdið svefnleysi, kvíða, einbeitingarleysi og minnkaðri getu til að takast á við daglegt líf. Þegar fólk býr árum saman við slíkt ástand verða áhrifin á geðheilsu oft djúpstæð og varanleg. Þetta veruleiki sem félagsráðgjafar sjá á hverjum einasta degi og upplifun margra félagsráðgjafa þegar fólk stendur frammi fyrir því að missa húsnæði sitt á næstu misserum að það kemst ekkert annað að. Þegar grunnþörf eins og það að eiga öruggt þak yfir höfuðið óuppfyllt getur verið krefjandi fyrir félagsráðgjafa að styðja við fólk í nokkru öðru. Húsnæðismálin verða þannig oft það eina sem fólk getur einbeitt sér að og á þá á meðan erfitt með að fylgja ráðleggingum og vinna að langtímamarkmiðum. Þjónustan sem veitt verður þannig krísumiðuð. Við förum að slökkva elda í stað þess að byggja upp stöðuleika. Hér hvorki skortur á vilja né getu, heldur kerfislægar hindranir að ræða sem viðhalda vandamálinu. Það mikilvægt að átta sig á því að það að lifa við kvíða og óvissu getur haft áhrif á getu þess að einbeita sér að atvinnuleit eða endurhæfingu. Hvort tveggja mikilvægur þáttur í því að efla þjónustunotendur í félagsþjónustu og hjálpa þeim til sjálfshjálpar. Við sem fagfólk leggjum áherslu á að valdefla fólk, aðstoða það út á vinnumarkað eða styðja það í veikindum. En öll slík vinna til lítils ef fólkið sem við erum að aðstoða stendur frammi fyrir húsnæðisleysi. Börn afar viðkvæm fyrir streitu og óvissu innan heimilis. Foreldrar sem lifa við viðvarandi áhyggjur af því að missa heimili sitt undir auknu álagi og geta átt erfiðara með að mæta tilfinningalegum þörfum barna sinna. Þetta getur haft áhrif á hegðun, skólagöngu, félagsfærni og líðan barna til lengri tíma. Þegar litið á sögur fullorðinna þjónustuþega félagsþjónustunnar kemur oftar en ekki í ljós að ótrygg búseta og tíðir flutningar lituðu barnæskuna og varð til þess að fólk upplifir að það hafi orðið af tækifærum sem önnur börn fengu. Félagsráðgjafar gegna hérna lykilhlutverki. Við vinnum að því að skapa traust, styðja fólk í gegnum óöryggið og tengja það við viðeigandi úrræði. Við vinnum með kvíða, líðan, streitu og vonleysistilfinningu fólks sem upplifir sig koma að lokuðum dyrum í húsnæðisleitinni aftur og aftur. Oft það einnig tilfinning okkar fólks að staða þess í samfélaginu verði til þess að það fái síður íbúðir á hinum almenna markaði. Það að bera erlent nafn, vera á framfærslu sveitarfélagsins, hafa lágt lánstraust eða glíma við aðra félagslega erfiðleika veldur því oft að umsóknum fólks íbúðir ekki einu sinni svarað. Við sem félagsráðgjafar reynum að veita fólki vald yfir eigin lífi, jafnvel þegar umhverfið vinnur gegn því. Það þó mikilvægt að við fáum tæki, úrræði og stuðning til að sinna þessu hlutverki okkar. Það ljóst að húsnæðisóöryggi stafar ekki af einstaklingsbundnum mistökum, heldur kerfislægum brestum. Skortur og hagkvæmu húsnæði, leigumarkaður óáreiðanlegur og réttindi leigjandi veik. Framfærsla fólks og húsnæðisbætur halda ekki í við leiguverð. Félagslegt húsnæði af skornum skammti, biðlistar langir og þrátt fyrir að fólk búi við mikið óöryggi á leigumarkaði ekki þar með sagt að það uppfylli skilyrði fyrir félagslegu leiguhúsnæði sveitarfélaganna. En hvað þarf til? Til að bæta stöðu fólk sem býr við húsnæðisóöryggi þarf að ráðast í markvissar breytingar. Þar á meðal má ræða að lengri og öruggari leigusamninga, betri vernd fyrir leigjendur, aukið framboð á félagslegu og hagkvæmu húsnæði, fjárhagsleg úrræði sem fylgja verðlagi og skýrari ábyrgð stjórnvalda á grunnþörfum fólks. Örugg búseta ekki lúxus, heldur forsenda fyrir virkni, heilsu og þátttöku í samfélagi. Að lokum vil ég ítreka
að húsnæðisóöryggi er eitt stærsta félagslega vandamál samtímans. Það skerðir lífsgæði fólks, dregur úr möguleikum þess og skapar langvarandi heilsufarslegar og félagslegar afleiðingar. Félagsráðgjafar standa í framlínu þessara áskorana og reyna að styðja fólki gegnum aðstæður, sem það hefur oft ekki stjórn á. Ef við viljum raunverulega breyta stöðu fólks, þurfum við að tryggja húsnæðisöryggi. Það er mannréttindamál og forsenda fyrir heilbrigðu og réttlátu samfélagi. Takk fyrir mig. Kærar þakkir Aðalbjörg fyrir að veita okkur þessa innsýn. Nú er komið að Agli Guðlaugssyni og Kristínu Amalíu Líndal, en Egill starfa við greiningu, úthlutun og framkvæmd íbúðatengdra úrræða hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Hann þekkir vel stöðu almennra og sértækra lánamöguleika, stofnframlaga og þeirra úrræða sem í boði fyrir sveitarfélög og leigjendur og hefur djúpa innsýn í þróun húsnæðismála á landsvísu. Kristín Amalía Líndal, hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, hún vinnur með stefnumótun, gagnaöflun og greiningu á stöðu húsnæðismarkaðar, sérstaklega með áherslu á leigumarkað, velferðaráhrif og langtímaþróun húsnæðisöryggis. Hún hefur unnið að rannsóknum og greiningum sem nýta sveitarfélögum og stjórnvöldum við að móta aðgerðir. Gjörið svo vel. Góðan daginn, takk fyrir að taka á móti okkur. Við ætlum að vera með gefa ykkur smá innsýn í hvernig Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vinnur með þetta málefni. Titillinn hjá okkur er húsnæðisöryggi, staða leigjanda og svo ætlum við að fara léttilega yfir helstu úrræði sem er í boði hjá HMS. Ég ætla að byrja að fjalla hlutverk og úrræði HMS. Hlutverk HMS er í raun að tryggja, kannski betra svona. En helsta hlutverk, nú tók ég út, við erum auðvitað með fjölmörg hlutverk, þetta er stórstofnun. En hlutverki sem á helst við hjá okkur núna, það er að tryggja húsnæðisöryggi og það er í raun með því að auka aðgengi fólks að hagkvæmum leigueignum eða kaupeignum. Að auki, og Kristín kemur kannski aðeins meira inn á það, það er að stuðla að virkni og stöðuleika á húsnæðismarkaði með ýmiss konar greiningum sem við deilum með almenningi og á kannski veita aðeins innsýn inn í þróun og kannski halda aftur að markaðnum á vissu leyti. En hvernig getum við tryggt húsnæðisöryggi? Í dag ætla ég að fjalla í raun tvö úrræði sem við höfum, tvö kannski megin úrræðin sem við erum ýmislegt annað, en ég ætla að fjalla helst þetta í dag. Þetta er sem sagt almenna íbúðakerfið sem var sett á laggirnar 2016 og þetta er fyrir einstaklinga sem eru teki- og eignalágir. Það eru mjög skýr mörk hversu háa tekjur einstaklinga mega hafa og hversu miklar eignir þeir mega eiga til að komast inn í þetta úrræði. Og þetta er kannski sem hún var að nefna áðan að fólk þarf að falla undir þessi viðmið til þess að komast inn í þessar íbúðir. Þetta eru íbúðir til dæmis á vegum félagsþjónustunnar, en þetta er líka íbúðir á vegum óhagnaðardrifinna leigufélaga sem í raun allir sem falla undir þessi tekjumörk eiga aðgang að. Þetta er hugsað fyrir í raun í þessar tekju- og eignalága en líka viðkvæmari hópa. Þetta er fyrir aldraða, fatlaða og einmitt einstaklingi í erfiðum bæði félagslegum og fjárhagslegum stöðum. Þetta kerfi, almenna íbúðakerfið, er óhagnaðardrifið kerfi sem þýðir það í rauninni, ef við einföldum þetta alveg, að allir leigutekjur sem koma inn eiga að geta dugað fyrir öllum rekstrarkostnaði. Þannig að það á ekki að myndast neitt sjóður inn í þessu félögum. Þetta er kannski fer yfir það betra á eftir. En svo er líka annað, og þið voru að nefna að leiga væri há, en það er markmið með almenna íbúðakerfinu er að leiga sé að jafnaði ekki hærri en 25% af tekjum. Sem því það ef einstaklingur er með heildartekjur, segjum 600.000 krónur á mánuði, þá á leiga að frádregnum húsnæðisbótum, sem sagt leigan sem einstaklingurinn greiðir, ekki að vera hærri en sem nemur 150.000 krónum.
Það ekki endilega að þetta takist alltaf í öllum íbúðum, en þetta markmiðið með sem sagt, þessu almenna íbúðakerfi. En svo erum við líka með annað sem eru hlutdeildarlánin, sem svona annar vinkill. Almenna leiguíbúðakerfi leiguíbúðir, hlutdeildarlánin fyrir þá sem vilja og geta keypt sér íbúð. Stundum vinna þessi kerfi saman, þar sem fólk byrjar í almenna leiguíbúðakerfinu, kemst í íbúð á sem sagt, þar sem leiga hagstæð, hefur tök á að safna sér fyrir lágmarksinnborgun sem í hlutdeildarlánakerfinu og getur þannig keypt sér íbúð með stuðningi hlutdeildarláns. En sko almenna íbúðakerfið, til þess að útskýra aðeins svona hvernig það virkar, svona mjög heilt yfir. En almenna íbúðakerfið ekkert ólíkt í þegar við kaupum okkur íbúð, þá þurfum við að hafa eigið fé og við þurfum að hafa lán og það alltaf þannig þegar íbúð keypt. Þá lánar lánastofnun aldrei 100%, allavega ekki í Íslandi. Og þetta virkar þannig að þegar almenn íbúð keypt eða byggð, þá lán veitt hjá húsnæðissjóði sem hjá okkur, í okkar teymi. Og svo kemur á móti eigið fé sem kallast stofnframlag. Þetta framlag sem kemur frá ríki og sveitarfélögum. Grunnframlagið 18% frá ríki, 18%, við getum orðað þetta til einföldur sem eigið fé sem kemur frá ríki og svo 12% frá sveitarfélagi. Til þess að koma til móts við viðkvæmari hópa, þá heimilt að veita 4% viðbótarframlag. Og svo til þess að þetta sé hægt og til þess að kerfi virki á kaldari markaðssvæðum, til dæmis út á landi, þar sem að byggingarkostnaður stundum bara töluvert hærri en markaðsvirði og leiga lægri, þá getum við höfum heimild til að nota sérstakt byggðaframlag sem við hækkum eigið fé til að lækka láni, til að láta þetta ganga upp þannig við getum, markmiðið alltaf að halda leigu í kringum eða undir 25% af tekjum. Og við höfum þessi tól til að geta stýrt leigunni. Svo reyndar núna frumvarp sem kannski bara verið að taka fyrir akkurat núna á Alþingi, ég veit það ekki, þar sem verið að tala um að hækka stofnframlögin, hækka almenna framlögin frá ríkinu úr 18% í 23% og hækka viðbótarframlag úr 4% í 5%. Þar sem þetta gerir að auka eigið fé í verkefnunum og lækka lánið og þar með á þetta að koma vekk fyrir hjálpa okkur að halda leigunni í 25%. En það ekki búið að samþykkja þetta, þannig að við sjáum til hvort þetta fer í gegn. En þetta almenna íbúðakerfi sem ég ætla að fjalla aðeins meira það svona svolítið kannski vanþekking í samfélaginu hjá mjög mörgum og jafnvel þeim sem ætti að vita mjög mikið þetta, en gera það ekki. En þetta í raun sjálfbært leiguíbúðakerfi. Þetta af skandinavískri fyrirmynd, þannig að þetta kerfi sem tekið upp 2016 að þetta ekki eitthvað sem búið til og fundið upp á Íslandi. Heldur þetta tekið á skandinavískri fyrirmynd. Þetta virkar þannig að stofnframlögin fara inn í kerfið, stofnframlög ríkis og sveitarfélags, fara inn í kerfið, svo taka almennar íbúðir, þau eru með 50 ára lán, venjulega, greiða niður lánið, þegar þau eru búin að greiða niður lánið, þá byrja þau að greiða stofnframlögin tilbaka inn í kerfið. Svo þetta að veita þau stofnframlög til byggingar á nýjum eignum. Það tekur þetta marga áratugi og gríðarleg fjárfesting hjá ríki og sveitarfélögum á þessu tímabili. En svo í rauninni þegar þau eru búin að greiða niður lán og stofnframlög, þá þurfa þau samt að borga inn í kerfið áfram. 50% af svona hreinum leigugreiðslum. Þannig að þetta í rauninni, þetta tekur nokkra áratugi að verða sjálfbært og þá getur ríki í raun hægt að setja pening inn í kerfið. Þá verður þetta, og þetta svona til dæmis í Danmörku, sambærilegt kerfi. Það þetta búið að vera mjög lengi, þannig að kerfi orðið sjálfbærara þar. En þetta svona hugmyndin með þessu kerfi. Þannig að þegar að vera að tala maður sér stundum í fréttum að það svona verið að kannski tala eða gagnrýna mörg óhagnaðardrifin leigufélög fyrir mikinn hagnað og þá það í raun ekki að það sé í rauninni peningur endilega sjóður að safnast fyrir í félaginu. Það getur vissulega að safnast eitthvað fyrir að því félög þurfa að leggja til viðhald samkvæmt bara reglugerð og lögum en það á í rauninni að tæmast með tímanum. En það kannski aðalega matsbreytingar eða hækkun á eignum, virði eigna, bara svo gerist í okkur. Eignirnar okkar hækka í virði ef maður íbúðareigandi. En þessar íbúðir sem eru í almenna íbúðakerfinu, það ekki hægt að selja þær, það enginn sem getur tekið hann hagnað út.
af því ef að íbúð seld út úr almenna íbúðakerfinu, þá fer það fyrst sem sagt öll söluupphæð, andvirði, fer til að greiða af láni, allt sem afgangs, fer beint inn í almenna íbúðakerfið og það hægt að veita í ný lán. Þannig að þessi gífurlegi hagnaður sem oft talaðum í raun hagnaður okkar allra því þetta í eigu skattgreiðenda og þetta bara sem sagt hluti af þessu kerfi. Þannig að bara svona til að mér finnst vanta oft þennan skilning og kannski eðlilega því þetta mjög flókið. En svo hitt sem ég nefndi áðan og það eru hlutdeildarlánin og eins og ég sagði þá vinnur þetta oft saman og við sjáum það og það svona mjög mismunandi við kannski samkvæmt svona könnunum sem við höfum gert þá eru langt flestir sem vilja eignast íbúð. Þetta úrræði hefur verið sem sagt svona megin kannski áherslan hefur verið á fyrstu kaupendur en það hefur verið heimild líka fyrir aðra sem hafa ekki átt íbúð í að mig minnir 5 ár að sem sagt nýta sér þetta úrræði. Og þetta í raun hlutdeildarlán, þetta bara hið opinbera eignast, þetta svona lán, 20-30% af íbúðin hjá einstaklingum. Þetta lán til 10 ára en það heimilt að framlengja það, sem sagt 5 ár í senn en alltaf 3 sinnum, þannig að fólk getur framlengt í 25 ár, eða þess að haft láni í 25 ár. Og svo greiðist þetta bara tilbaka í sama hlutfalli. Þannig að ef þú tekur 20% hlutdeildarlán, selur svo húsnæði eftir 10 ár og ákveður að fara í stærra húsnæði eða í sjálfu sér hvað sem þú gerir, að þá greiður líka 20% af söluandvirðinu á þeim tíma. Þetta lítur svona til einföldur og svona. Það sem kostur við þetta kerfi að lánastofnanir krefjast oft 75%. Það var reynda að vera mjög mikla vendingar núna í lánamálum en svona þegar þetta var sett á laggirnar þá var almennt að lánafyrirtæki var að lána 75% og svo var möguleiki á þá að koma bara með 5% útborgun og fá þá 20% hlutdeildarlán og 30% fyrir ennþá tekjulegri. Núna einmitt akkurat líka frumvarp til breytingar á þessu lögum, þannig að grunn hlutdeildarláni verði hækkað í 30% og útborgunni megi vera alltaf 10% án þess að skerðist. Þetta til þess að koma til móts við breyttar aðstæður á lánamörkuðum þar sem að bankar og fjármálastofnanir eru farnir að krefjast lægra láns eða í raun hærra eigið fé. Þannig að en þetta auðvitað bara frumvarp, þannig að við sjáum hvernig það fer í gegn. En virkar þetta hjá okkur? Almenna íbúðakerfið var sett á laggirnar 2016. Það búið að úthluta stofnframlögum til 5.000 íbúða. Af þeim eru 3.000 teknar í notkun. Hinar 2.000 eru annaðhvort í byggingu eða bygging hefur ekki hafist eða tafist. Og svo eru hlutdeildarlánin, þau voru sett á laggirnar aðeins seinna, 2020 og þar höfum við veitt eða yfir 1.000 hlutdeildarlán, 100 hafa verið endurgreidd. Þannig að í raun þessi 2 úrræði sem við höfum heimild til að spila með hafa í rauninni skapað, þetta er allt ný heimili sem eru bæði hlutdeildarlánin og svo líka almenna íbúðakerfið. Og þetta eru, samtals yfir 4.000 á heimili frá árinu 2016 sem við höfum getað búið til. Núna það reynda þannig að almenn íbúðakerfið og hlutdeildarlán hafa verið mjög, það hefur gengið vel að úthluta en á þessu ári hefur gengið mjög hægt. Það ekki það að við höfum ekki fjármagnið, því við höfum fjármagnið bæði að lána og að veita stofnframlögin. En það bara lítið umsóknir, hvort það sé lóðaskortur eða hár byggingakostnaður. Auðvitað lánin líka aðeins dýrara, þannig að erfiðara að láta málin oft ganga upp. En þannig að við sjáum auðvitað hvernig næstu ár verða, en vonandi ekki eins slöpp og 2024 í þessum efnum. Eða 2025, meina ég. Það 2026 bara. Já. Takk fyrir þetta, Egill. Ég ætla að taka við núna og fjalla aðeins svona leigumarkaðinn og einhver leyti stöðu leigjenda á honum. En í dag eru það bil 28% fullorðinna einstaklinga á leigumarkaði. Áður töldum við að stærð leigumarkaði væri í kringum 15% en nýlega gerðum við hjá HMS nýja könnun á húsnæðisaðstæðum aðfluttra sérstaklega og komumst að því að fyrri búsetu mælingar okkar hafa ekki náð til þessa hóps nema að mjög takmörkuðu leyti og stærð leigumarkaðar hefur því verið vanmetinn.
sem því nemur. En svona með við ákveðna forsendur heimilistærð þá má gera ráð fyrir að séu 50.000 heimili á leigumarkaði í dag og það má búast við að þeim muni fjölga á næstu árum bara samhliða almennri fólksfjölgun en líka aðflutningi erlends vinnuafls. En eins og ég segja þá eru aðfluttir miklu líklegri til þess að vera á leigumarkaði heldur en innfæddir Íslendingar. En eins og við sjáum á efri myndinni þarna þá eru 3/4 aðfluttra á leigumarkaði en einungis 15% innfæddra og eiginlega öfugt þegar kemur að þeim sem búa í eigin húsnæði þar sem 3/4 innfæddra búa í eigin húsnæði. En varðandi húsnæðisöryggi sem hefur mikið verið rætt og mun örugglega mikið verið rætt hérna seinna í dag, að þá sjáum við bara mjög skýrt að leigjendur upplifa minna húsnæðisöryggi en þeir sem búa í eigin húsnæði sem þarf ekki að koma á óvart. En eins og við sjáum á neðri myndinni þarna að þegar að leigjendur eru, eða sem sagt bara fólk spurt hvort að telji sig vera sammála eða ósammála fullyrðingunni ég tel mig búa við húsnæðisöryggi, að þá sjáum við að 94% þeirra sem búa í eigin húsnæði telja sig búa við húsnæðisöryggi en einungis 52% þeirra sem eru á leigumarkaði eru sammála þessari fullyrðingu. Og ef við horfum þá á hlutfallið sem ósammála að þá sjáum við að 32% leigjenda telja sig ekki búa við húsnæðisöryggi samanborið við 3% þeirra sem búa í eigin húsnæði. Og þegar að leigjendur eru spurðir hvers vegna þeir telja sig ekki búa við húsnæðisöryggi þá nefna þeir gjarnan hátt leiguverð, óstöðugan leigumarkað, lítið framboð af leiguhúsnæði og stutta leigusamninga eða tímabundna leigusamninga eins og komið var inn á hér áðan. En ef við skoðum svona ástæður þess að húsnæðisöryggi mælist lítið á leigumarkaði að þá ein ástæða þess há hlutdeild leigjenda sem leigir af einstaklingum. Einstaklingar gera gjarnan tímabundna og stutta leigusamninga og eru ofta að leigja út íbúðirnar sína til skamms tíma og koma svo til með að selja þær. Og þetta svona hluti af vandamálinu þarna og einnig þegar að svona einstaklingar eru umsvifamiklir með að leigusala að þá sjáum við líka að leiguverð fylgir gjarnan þróun á greiðslubyrði húsnæðislána en einstaklingar fjármagna oft þessar leiguíbúðir sínar með húsnæðislánum eðlilega. Og já, þessi mynd nú orðin dálítið kremmt þarna en það sem að neðri myndin á að sýna að leiguverð sem dökka línan og greiðslubyrði fasteignaverð sem ljósa línan, þær fylgjast gjarnan að en við sjáum samt líka að leiguverð sveiflast svona aðeins minna heldur en greiðslubyrðin og þannig að við getum svona dreigð á ályktun að einstaklingi velti hærri greiðslubyrði íbúðalána að einhverju leyti allavega yfir á leigjendur. En leiguverð hátt í dag en við höfum samt líka séð að verðþrýstingurinn á leigumarkaði hefur aðeins minnkað undanfarið og það skýrist svona helst af því að það hefur bara verið hægari fólksfjölgun á Íslandi og það hafa svona verið minni hækkanir á greiðslubyrði undanfarið, hafa haldið áfram að hækka en vaxtalækkanir hafa svona dregið úr þrýstingnum. En ef við förum aftur í húsnæðisöryggið að þá má líka sjá í svona niðurstöðum spurningakannana að leigjendur sem að leigja af stærri leigufélögum, hvort sem þau eru óhagnaðardrifin eða hagnaðardrifin, upplifa meira húsnæðisöryggi. Og þetta má þá örugglega bara skýra að miklu leyti af því að það ekki þessi svona mikið þessa tímabundnu stuttu leigusamninga og þeir gera í meira mæli langa og jafnvel ótímabundna leigusamninga með þá einhverjum uppsagnarfresti. Þannig að það má svona velta því upp að aukin hlutdeild stórra leigusala, hvort sem þau eru hagnaðardrifin eða óhagnaðardrifin, gæti stuðlað að auknu húsnæðisöryggi á leigumarkaði. En þegar við skoðum verðþróun á leigumarkaði að þá skiptum við markaðnum oft upp í tvennt. Annars vegar markaðsleigu sem við köllum það og þá
hinn hlutan sem fellur utan markaðsleigu. En til markaðsleigu teljum við leigusamninga íbúðir sem eru á vegum einstaklinga annars vegar og hagnaðardrifinna leigufélaga hins vegar. Og við teljum að verðsetning í þessum samningum ráðist af markaðsforsendum. Hinn hlutinn, sem sagt leigusamningar sem falla utan markaðsleigu, eru þá leigusamningar félagslegt húsnæði á vegum sveitarfélaga og íbúðir á vegum óhagnaðardrifinna leigufélaga og við teljum að leiguverð í þessum samningum ráðist ekki af markaðsforsendum og sé sett töluvert lægra. Eins og við sjáum á þessum 2 myndum sem eru líka kannski svolítið grandar. En við sjáum sem sagt að markaðsleiga talsvert hærri heldur en þá ekki markaðsleiga. Markaðsleiga þá bláa línan og ekki markaðsleiga brúna línan. Og við sjáum að á síðustu árum hefur markaðsleiga hækkað að raunvirði en ekki markaðsleiga hefur staðið í stað að nokkru leyti að raunvirði sem þýðir þá að leiguverð sem fellur utan markaðsleigu hefur haldið í við verðbólgu og ekki hækkað mikið umfram verðbólgu svona að jafnaði á síðustu árum. En við sjáum líka einmitt á neðri myndinni sem sýnir dreifingu leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu á föstu verðlagi fyrir árið 2025 að markaðsleigan liggur töluvert hærra og þarna í kringum 300.000 svona að meðaltali á meðan óhagnaðardrifin leiga liggur þarna í kringum 150.000 krónur. En færri komast að en vilja í óhagnaðardrifin leiguhúsnæði eins og var bara bent á hér áðan. Biðlistar eru langir en þess vegna teljum við mikilvægt að leggja aukna áherslu á að auka framboð af óhagnaðardrifnu húsnæði og það gerum við til dæmis með að leggja aukna áherslu á stofnframlög sem að geta fjölgað þessum íbúðum og eru aðgerð á framboðshliðinni á leigumarkaðnum. En húsnæðisbætur eru annað úrræði sem að HMS sér framkvæmdina á og þær eru svona úrræði sem eru á eftirspurnarhliðinni. Húsnæðisbótum sem sagt ætlað að lækka húsnæðiskostnað tekju- og eignaminni heimila á leigumarkaði og þetta gríðarlega umfangsmikið stuðningsúrræði. Það eru í kringum 900 milljónir greiddar til 17.000 umsækjenda í hverjum einasta mánuði og eins og við sjáum á myndinni, efri myndinni, að þá eru yfir helmingur eða meiri hluti þeirra sem að þiggja húsnæðisbætur eru einstaklingar sem að búa einir en 15 eru einstæðir foreldrar. Það eru alls konar skilyrði fyrir því hverjir fá húsnæðisbætur og upphæðin ræðst af ýmsum þáttum svo sem tekjum og eignum og fjölskyldustærð svona aðalega. Og bæturnar, þetta náttúrulega bara bein fjárframlög til leigjenda og þær auka þannig greiðslugetu leigjenda og eru því í eðli sínu eftirspurnarhvetjandi og þegar greiðslugeta leigjenda eykst að þá það líka þannig að leigjendur geta rukkað hærra verð. Og húsnæðisbætur, svona grunnfjárhæðir húsnæðisbóta voru hækkaðar í júlí 2024 og ef við skoðum hlutfall húsnæðisbóta af leigu í júlí 2023, 4 og 5 sem þarna á neðri myndinni eftir ýmsum fjölskyldugerðum að þá sjáum við að hlutfall húsnæðisbóta af leigu hækkaði þegar að grunnfjárhæðirnar hækkuðu í júlí 2024 en árið síðar þá eru áhrifin nánast alveg horfin og hlutfall húsnæðisbóta af leigu komið niður í sama hlutfall og það var ári áður 2023. Þannig að við höfum svona áhyggjur af því að húsnæðisbætur séu óskilvirk leið til þess að styðja við leigjendur á leigumarkaði þar sem að þær stuðla í rauninni að hærra leiguverði og eru, má segja, að einhver leyti styrkur til leigusala. En ef við kíkjum aðeins á svona réttar öryggi leigjenda á Íslandi að þá ef við skoðum þetta í alþjóðlegum samanburði að þá virðist Ísland standa ágætlega. Hérna erum við með mælikvarða sem er unnin af OECD
þar sem er borið saman regluverk öryggi leigjenda í OECD-löndum og samkvæmt þessari skýrslu þá öryggi leigjenda, eða regluverkið öryggi leigjenda þyngra hér á landi heldur en að meðaltali í öðrum OECD-ríkjum og ef við horfum á Norðurlöndin þá liggjum við svona mitt á milli. Regluverkið á Íslandi þyngra virðist vera heldur en í Danmörku og í Finnlandi en minna íþyngjandi en í Noregi og þá erum við að tala íþyngjandi fyrir leigusala. Þannig að já, það svona meira öryggi hér á landi heldur en í Danmörku og í Finnlandi en minna öryggi heldur en í Noregi og Svíþjóð á þessum mælikvarða. Verðstýringar á leigumarkaði hafa verið takmarkaðar hér á landi hingað til en það hafa samt verið nýlegar breytingar á húsaleigulögum sem að setja hömlur á leiguverðshækkanir. Fyrir nokkrum mánuðum, hvort það sé ár síðan, þá voru samþykktar breytingar á húsaleigulögum sem að tóku fyrir það að tímabundnir leigusamningar sem að væru gerðir til 12 mánaða eða skemmri tíma væru vísitölutengdir. En vandamálið við það þá svona lagabreytingu var svo að þá voru bara gerðir 13 mánaða samningar í staðinn í auknum mæli sem já, þannig að þessi lög voru ekki alveg nægilega áhrifarík en samkvæmt nýlegum breytingum sem að munu taka gildi í byrjun árs 2026 að þá á að vera óheimilt að breyta leigufjárhæð á fyrstu 12 mánuðum leigusamnings, tímabundinna leigusamninga. Þannig að hvort sem að samningarnir eru gerðir til 12, 13 eða 24 mánuða að þá á að vera óheimilt að hækka leiguverðið á fyrstu 12 mánuðinum. En þetta getur samt skapað hvata til þess að leiguverðið sé þá bara sett hærra í upphafi og að leigusala taki þannig inn í myndina þessar verðstýringar og að þetta muni þá hafa takmarkaðar áhrif en ætlunin var. Þannig að má hafa áhyggjur af því. En svona að lokum þá langaði mig bara að benda á kærunefnd húsamála sem að starfa hér á landi og þangað geta leigjendur leitað ef það kemur upp einhver ágreiningur gagnvart leigusala, til dæmis varðandi leiguverð eða annað varðandi hið leigða húsnæði. En já, ég held að þetta var ekki lengra hjá okkur í dag og bara þökkum kærlega fyrir okkur. Já, kærar þakkir Egill og Kristín fyrir að gefa okkur innsýn í regluverki varðandi svona kannski sem nýtist einmitt þessum hópum sem að félagsráðgjafar hitta fyrir og gott að líka fá tölur og staðreyndir, mjög mikilvægt fyrir okkur félagsráðgjafa að þekkja þetta kerfi, kærar þakkir. Næst á mælendaskrá Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu, rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Kristín Heba sérfræðingur í félagslegum jöfnuði, vinnumarkaðsrannsóknum og stöðu þeirra sem standa á höllum fæti í íslensku samfélagi. Hún hefur leitt umfangsmiklar rannsóknir á fátækt, húsnæðisóöryggi og lífskjörum og þekkir af eigin raun hvernig kerfin styðja eða bregðast við þörfum fólks. Gjörðu svo vel. Sæl og gaman að vera með ykkur. Ég í aðdáendahóp félagsráðgjafa eftir ég las ævisögu Guðrúnar Jónsdóttur og það komið aðeins inn á stofnun þessa góða félags. Þannig að ég var glöð þegar maður búið að koma að halda erindi hérna. Og við ætlum að tala húsnæðismál í dag og það nú ljúft og skylt því að það nú kannski verið smá, einhvern veginn alltaf kjarnir í því að skoða það lífskjör fólks. Að þá enda maður einhvern veginn alltaf inn í húsnæðismálunum eins og Aðalbjörg lýsti gríðarlega vel hérna áðan. En áður byrjum langar maður að segja þess frá Vörðu. Tiltölulega ung stofnun sem hafa komið á fót árið 2020 af þáverandi forseta ASÍ, Drífu Snædal og Sonju Ýr Þorbergsdóttir, formanni BSRB. Og þær stöllur töldu mikilvægt að í kjarabaráttu og baráttunum fyrir betri lífsskilyrðum sem þá af hálfu verkalýðshreyfingarinnar að þá væri mikilvægt og nauðsynlegt að fá betri og meiri gögn sem að því að þegar við erum að tala rannsóknargögn að þá það skiptir máli hvað rannsakað og það má segja það sé pólitískt.
Þannig að þær vilja koma á fót stofnun sem að undirbyggir betri þekkingu á lífsskilyrðum launafólks á Íslandi. Og þannig var það sjálfstæði störfum sínum en verkalýðshreyfingin hefur áhrif á það hvað við rannsökum. Þannig að það er svona þessi dans sem við erum í hjá Vörðu. En rannsóknir okkar hafa meira og minna snúist lífsskilyrði launafólk sem innan þessara 2 heildarsamtaka. Og meiri hluti launafólks á Íslandi og nú eru það bara að tala að við erum að fást við fólk sem á vinnumarkaði. Við höfum aðeins líka rannsaka stöðu fatlaðs fólks. En megin hlutverk okkar að skoða launafólk innan ASÍ og BSRB og það ekki allur vinnumarkaðurinn. Og það stundum fljótlegra að telja upp þá sem eru ekki innan ASÍ og BSRB og það til dæmis BHM fólk, háskólamenntaðir, félagsráðgjafar, læknar, hjúkrunarfræðingar, allir innan BHM, kennarastéttin. En innan ASÍ og BSRB erum við þó með mjög stóra hópa launafólks og mjög stóra hópa verkafólks á öllu landinu, en líka verslunarfólk, sjómenn, iðnaðarmenn og svo framvegis. Þannig að það sem ég að tala er út frá þessum hópi, ekki öllum. Okay. Og gögnin sem ég ætla að fara yfir hérna í dag eru úr spurningakönnun sem að Varða hefur lagt fyrir frá því að hún var stofnuð árið 2020 fyrir félagsfólk innan ASÍ og BSRB. Og ég ætla að leyfa mér að fá að nota gögn bæði frá því að skýrslu sem við birtum 2024 og svo núna nýrri skýrslu sem við birtum núna í ár, í haust. Og það sem að kannski svona ákveðin sérstæða á okkar gögnum, af því að þetta eru gögn sem við öflum í spurningakönnun, en sérstæða okkar gagna sú að það mjög hátt hlutfall innflytjenda sem svara könnunum okkar og það hefur alltaf gert. Og þetta eru líka stórar og miklar kannanir. Í ár voru 25.000 félagar sem svöruðu könnuninni og það gerur okkur svo rosalega, gerur okkur kleift að skoða svo ótrúlega marga hópa. Við getum farið alltaf lengur og lengur og lengra. Konur, einstæðar konur, einstæðamæ, alls konar svona. Þannig að það gefur okkur þetta eru alveg ótrúlega dýrmæt gögn. Og það að fá upplýsingar lífsskilyrði innflytjenda hefur verið auðvitað algjörlega sorglegt að sjá stöðu þessu hóps í okkar samfélagi sem auðvitað, og innflytjendur eru náttúrulega meira og minna innan aðildarfélaga ASÍ og BSRB eru þrátt fyrir mikla menntun í láglaunastörfum og þannig og við erum auðvitað síðan líka með mjög góða svörun hjá lágtekjuhópunum. Þannig að kannanirnar okkar við erum ótrúlega heppin með það hvað við náum til hópa sem almennt mjög erfitt að ná til í spurningakönnunum. Og það auðvitað líka ábyrgð í því fólkin að fá þessu gögn. Þess vegna eiginlega get ég aldrei flutt erindi á þess að koma inn á stöðu innflytjenda og lágtekjufólks. Það ætla að skoða stöðuna á húsnæðismarkaði eins og hann birtist okkur innan ASÍ og BSRB. Og hér sjáum við að 64% af félagsfólkinu, ef við tökum bara allan hópinn, eru í eigin húsnæði. 18% eða tæplega 15% eru á almenna leigumarkaðnum. Síðan erum við með 2% sem eru í svona búsetuíbúð. Þetta heitir búfesti, ekki satt, og það sem þú borgaði inn í félag og greiðir svo leigu, en öruggt húsnæði. Síðan það óhagnaðardrifna leiguhúsnæðið, við erum með 3% þar og síðan eru við með hóp, sérstaklega innan þá stéttarfélaga innan ASÍ sem eru með verkafólk sem eru í leiguhúsnæði um atvinnurekanda. Og þetta þetta húsnæði sem við sjáum fjallað í fréttum sem oft óboðlegt og það eru allt önnur staða að vera launamanneskja og eiga húsnæði sitt líka undir atvinnurekendunum. En það ekki alltaf þannig þegar við erum að tala leiguhúsnæði atvinnurekenda. Það ekki alltaf hræðilegt eða slæmt. Stundum eru bara leigusamningur og allt í lagi. Út á landi, sumstaðar, þar sem ekki húsnæðibúðir og þá eru atvinnurekendur að grípa til þessa ráðs og þannig að það ekki alltaf að þetta sé hryllingur. Síðan eru 8% sem eru búsett hjá foreldrum eða ættingjum og síðan
3% með annars konar búsetu. Nú ætlum við að fara síðan, þetta heildarmyndin og svo ætlum við að fara að skoða aðeins mismunandi hópa. Nú ætlum við að skoða hlutfall þeirra sem eru eigin húsnæði eftir aldri. Og hér sjáum við hvað breytist rosalega. Það 30% þeirra sem eru 30 ára yngri eigin húsnæði og svo bara hækkar hlutfallið eftir því sem við fórum í hærri aldursflokka. Og við höfum ekki á þessum 5 árum séð breytingar, en við erum auðvitað líka með svolítil aldursspil saman, þannig að við erum ekki búin að fá allan inn í okkar gögn að sjá eitthvað merki breytingar þarna að það sé að minnka hlutfalli sem kemst inn á húsnæðismarkaðinn, ef við erum að skoða gögnin eftir aldri. Skýrasta mynd, eða ein af skýrustu myndunum, þegar við erum að skoða svona munin á þeim sem eru eigin húsnæði og ekki, sést þegar við skoðum hann eftir uppruna. En innfæddir innan aðildarfélaga ASÍ og BSRB, 77% þeirra eru eigin húsnæði. En þá við 26% innflytjenda. Þannig að þetta bara strax komin algjörlega gjörólík staða. Og við sjáum að sama þegar við skoðum niðurstöðunar eftir fjölskyldustöðu. Og það sem við höfum kannski svo oft bent á út frá okkar rannsóknum hvað það eiginlega hálf ómögulegt að reka heimili á Íslandi á einu tekjum. Það svo erfitt og eiginlega samfélagsgerðin var alltaf þannig að það sé gert ráð fyrir því. Og það sjáum við þetta endurspeglast þegar við erum að skoða húsnæðisstöðuna að bæði einhleypir foreldrar og einhleypir í mun minna mæli í eigin húsnæði. Og þá ætlum við að fara inn á leigumarkaðinn. Ef við skoðum leigumarkaðinn, svona hlutfall mismunandi hópa á leigumarkaðnum, að þá eru innflytjendur þar í langstærstum hluta. 58% þeirra á leigumarkaði. Og þarna erum við búin að taka saman almenna leigumarkaðinn, óhagnaðardrifið leiguhúsnæði við atvinnurekenda. Þetta saman. 38% af einhleypum, 35% af 30 ára og yngri, 33% einhleypra foreldra og síðan erum við með 17% af sambúðarfólki með börn og 17% af fólki sem í sambúð. Og ef við skoðum bara innfædda, að þá eru 12% innfæddara á leigumarkaði. Og hér gott að hafa í huga að það getur verið sama manneskjan getur verið mörgum hópum. Þú getur verið innflytjandi og einhleypt foreldri eða þú getur verið, þannig að við erum bara að reyna að skoða mynstrin eftir hópum. Og þá ætlum við að skoða hvernig leigumarkaðurinn svona skiptist eftir mismunandi hópum, af því að það mjög ólík staða í rauninni það að tala eins og ungt fólk á leigumarkaði eða sem ekki eigin húsnæði, það skiptist ólíkt, af því að það til dæmis mun hærra hlutfall sem í búsetti á foreldrum með ættingjum. Þau eru með 30 ára yngri og eru ekki í eigin húsnæði. En það eru 28% af þeim hóp sem eru á almenna leigumarkaðnum. Og við sjáum að það 4% í óhagnaðardrifna leiguhúsnæðinu og ef við skoðum síðan innflytjendur þá erum við með allt aðra mynd. Það liggur bara massin á almenna leigumarkaðnum. En innflytjendur í mun minna mæli hjá foreldrum með ættingjum eins og unga fólkið. Þannig að þarna eru mismunandi áskoranir á húsnæðismarkaði eftir hvað hópi við erum að skoða. Og við sjáum líka hjá innflytjendum að það miklu algengara að vera leiguhúsnæði á vegum atvinnurekenda. Og við vitum þær áskoranir sem felast í því og það bara kemur ítrekkað upp. Mjög erfið mál, því tengt. Og svo það einhleypir foreldrar og þetta kannski svona mynd sem að ég veit ekki alveg hvort að fólk ráð fyrir að sjá, en 24% einhleypum foreldrum segist búa hjá foreldrum með ættingjum. Þannig að þrátt fyrir að það sé kannski ekki eitthvað rosalega hátt hlutfall einhleypum foreldrum á hinum almenna leigumarkaði, 23%, en þá bara færist hópurinn á annan stað í húsnæðismálunum þegar hann ekki eigin húsnæði. Þannig að það svona mismunandi hvernig vandamálin færast á milli og ég myndi halda að flest séu sammála það að það sé mjög óeðlilegt að fjórðungur einhleypra foreldra vinnandi fólks séu búsett hjá foreldrum með ættingjum með börnin sín. Og þegar við skoðum síðan einhleypa
að þá sjáum við að það svo hátt hlutfall sem á almenna leigumarkaðnum, 29% og svo 14% hjá foreldrum með ættingjum. En já, ég glemdi að benda á hérna að við sjáum samt líka að þetta óhagnaðardrifna leiguhúsnæði að það að grípa betur hópana sem við sjáum að búa í verri fjárhagsstöðu og svo sannarlega hópa sem við gjarnan vilja sjá komist í miklu meira mæli inn í óhagnaðardrifna leiguhúsnæðið. En það sem við sjáum og að því við höfum svona, leigumarkaðurinn hefur okkur verið hugleikinn sem að störfum hjá Vörðu og í fyrra að þá vorum við rauninni með dálítið mikið auka spurningakönnun fyrir þau sem á leigumarkaði. Og þar sáum við til dæmis að þegar við erum að skoða gerð húsnæðis að þá það mjög ólíkt hjá þeim sem á leigumarkaði og eigin húsnæði. Þar sem þau sem á leigumarkaði búa miklu frekar í herbergi, bílskúr, atvinnu- eða verslunarhúsnæði og annars konar húsnæði sem að þau sem í eigin húsnæði búa ekki við. Þau sem á leigumarkaði eru líka mun líklegri til að búa í minna húsnæði, búa í 59 fermetrum eða minna 39% af leigjendum. Það er 4% af þeim sem í eigin húsnæði. Þannig að það mjög mikill munur á stærð húsnæðis. Það hærra hlutfall af leigjendum sem að meta húsnæði sitt óhentugt fyrir sig og fjölskylduna sína, heldur en þau erum að skoða fólk sem í eigin húsnæði. Og síðan spurðu við bæði þau sem í eigin húsnæði og í leiguhúsnæði hversu oft þau höfðu flutt á síðustu 5 árum. Og það eru 32% af leigjendum sem hafa flutt 3 sinnum eða oftar á síðustu 5 árum. Og eins og var búið að lýsa áðan og hjá HMS að þá finna leigjendur í minna mæli fyrir húsnæðisöryggi og það eru 69% leigjenda sem segja að það sé mjög eða frekar ólíklegt að þeir muni komast í eigið húsnæði í náinni framtíð. Þannig að við erum ekki að skoða einhverja stöðu sem að fólk telur að sé mjög líklegt til að breytast á næstunni. Því miður. Það er líka hægt að tala húsnæðismarkaðan á þess að komin á fjárhagsstöðuna sem að mér svolítið eins og ég sé ekki segja ykkur neitt nýtt því að Aðalbjörg var með erindi áðan ég bara ég er ekki við neina fréttir en við erum auðvitað að tala einhvern veginn sko allt þetta hangir einhvern veginn saman og það er líka hægt að tala þetta nema komin á það að þeir hópar sem við sjáum að í meira mæli á leigumarkaði eru hópunni sem búa í verri fjárhagsstöðu. Og ég veit ekki með hennar fréttir, að þetta eru hópar sem eiga erfiðara með og endum saman. Þau geta ekki mætt óvæntum útgjöldum, búa við skilgreindan skort á félags- og efnahagslegum gæðum og meta byrði húsnæðiskostnaði meiri. Og síðan sjáum við líka að þessir hópar sem búa við slæma fjárhagsstöðu og eru hóparnir sem eru meira mæli á á leigumarkaðnum, að það eru hópar sem eru miklu líklegri til að skorta grunnþætti fyrir börnin sín. Börnin geta ekki farið í skólaferðalag af því að það ekki til peningur fyrir því. Þau geta ekki tekið þátt í rauðum, appelsínugulum og gulum þemadegi í skólanum af því að það ekki til peningur fyrir því. Ef komið sparinesti aðra hverja viku. Allt þetta. Það lendir meira á þessum hópum og þessar kröfur eru mjög íþyngjandi. Og mér langaði bara aðeins að sýna að þetta bara, við erum að meta fjárhagsstöðu með mjög mörgum mælikvörðum, þeir eru misgóðir en ein spurningin sem við notum alltaf bara hversu auðvelt erfitt að ná endum saman og hérna erum við búin að taka saman þau sem erfitt eða mjög erfitt með að ná endum saman. Það á við 11% launafólks almennt, 16% innflytjandi en þeir standa verð þegar maður á öðrum mælikvörðum. Þegar við erum að skoða svona skilgreindan skort þá staða innflytjanda verri. Og það 4% þá þeirra sem eru leiguhúsnæði og einhleypra foreldra sem eiga mjög erfitt eða mjög erfitt með að ná endum saman. Og síðan verð ég líka að koma inn á það að við skoðum alltaf andlega líðan og það var mjög áhugavert, við vorum að skoða núna andlega líðan bara eftir heimilistekjum. Og það rekst upp svo ótrúlega skýr mynd og þetta rauninni gerist líka þegar við skoðum líkamlega heilsu og við getum ekki sagt til orsakasamhengið en mynstrið kýrskýrt og þá sjáum við bara að það hæst hlutfall þeirra sem eru í tekjulægstu hópunum með tæplega 500.000 eða lægri tekjur, heimilistekjur á 41% þeirra búa við slæma andlega heilsu og svo bara lækkar hlutfall eftir sem förum upp tekjustigann og það eru einnig hópanir sem eru á leigumarkaði, eru tekjulægri hópanir,
Það eru einhleypir foreldrar sem sko, sá hópu sem mælist með hvað versta andlega heilsu. Sérstaklega einhleypa mæður. Og síðan eru einhleypir, unga konur auðvitað, hérna ég get bara ekki tala slæma andlega heilsu að tala að þar koma unga konur gríðarlega illa út og við og fleiri höfum auðvitað ágjörð því og svo innflytjendur líka. Og við auðvitað vitum og rannsóknir hafa sýnt hvað slæm áhrif þess að vera með fjárhagsáhyggjur og hvað þá húsnæðisöryggi. En við erum alltaf að sjá þessir hópar sömu aftur og aftur og aftur. Þeir hópar sem standa illa, fjárhagslega með veikastöðu á húsnæðismarkaði eru þeir hópar sem búa við meira máli við slæma andlega heilsu. Heyrðu, ég held að því sé búin. Takk fyrir mig. Já, kærar þakkir Kristín Heba fyrir að gefa okkur innsýn í rannsóknar niðurstöðu. Við þurfum öll þessi gögn til þess að átta okkur betur á stöðinni. Við ætlum að gera stutt hlé, gefa ykkur færi á því að standa upp og sækja okkur kannski meira að borða, meira kaffi. En við erum aðeins búin að synga upp á tíman og ég ætla að biðja ykkur að vera komin tilbaka, ná ykkur í að koma og setjast aftur, þannig að ég vil reyna að halda, stela af hlénu ef að það í lagi ykkar vegna, þannig að við séum að byrja 15 mínútur yfir aftur, þannig að við tökum bara alveg örstutt hlé.
Þá komið að seinni hálfleik og ég ætla að fá að stýra honum, heiti María Björk Ingvadóttir og framkvæmdastjóri félagsráðgjafafélagsins. Þetta svo áhugavert sem nú þegar komið og ég var að ræða hérna við einn félagsráðgjafa og bara svona hugmynd. Þetta allt sem að tekið upp og við erum með, þannig að þið getið farið seinna inn á og dreift inn á vinnustæðunum ykkar sem ég held að sé mjög góð hugmynd þegar maður að hafa fræðslufundi að það getur sagt, ég var á erindi, ég var hérna á málstofu, ég var á aðventufundum hjá félagsráðgjafum og það var frábært erindi og eigum að fara eins í það, þannig að þá þið með efni til þess að geta dreift til ykkar samstarfsfólks endilega. En við eigum nokkur eftir, við eigum eftir 3 erindi og svo pallborðið, þar sem að þið fáið endilega skrifið niður á meðan þið eru að hlusta áhugaverðar spurningar, eitthvað sem að þið viljið spyrja þá sem að hafa verið hér í pontu á undan okkur. En það komið að kvennaathvarfinu og hvað svo, húsnæðismál kvenna sem flýja þurfa ofbeldi. Það Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvennaathvarfsins sem ætlar að koma hér í pontu en hún hefur leitt mikilvægt starf kvennaathvarfsins á tímum þar sem þjónustan hefur stækkað og þróast. Hún hefur mikla reynslu af málefnum kvenna sem flýja ofbeldi og þekkir vel áhrif húsnæðis óöryggis á öryggi, lífsgæði og endurreisn þeirra sem leita í þjónustuna. Velkomin á svið. Komið í sæl og hjartans þakkir fyrir að leyfa mér að vera hérna með ykkur í dag. Ótrúlega áhugaverð innlegg sem við erum búin að fá. Og núna kannski í seinni hlutunum tökum við þessa sérstöku hópa og ég ætla að segja ykkur aðeins frá kvennaathvarfinu og þeim raunveruleika sem að blasir við konum sem að stíga út úr ofbeldi. Svona bara rétt áður en ég fer beint í þetta mál, þá ætlum ég bara svona aðeins, ég þekki náttúrulega líklega öll mjög vel kvennaathvarfið en ég heldur bara svona aðeins fara inn í okkar þjónustu. Við bjóðum upp á dvöl, við erum með kvennaathvarf bæði í Reykjavík og á Akureyri og við erum ólíkar flestum athvarfum annars staðar á Norðurlöndunum og jafnvel Evrópu með því að við stöndum meira fyrir utan kerfið heldur en flest önnur athvörf. Við tökum okkar ákvarðanir sjálfar hverjar geta komið í athvarfið og hversu lengi þær geta verið og hversu margir geta verið í athvarfinu og það þýðir að við getum sýnt ótrúlega mikinn sveigjanleika og það þýðir líka að kvennaathvarfið aldrei fullt. Það myndast aldrei biðlisti í kvennaathvarfið. Þannig að ef að kona þarf vissulega á því að halda að koma í kvennaathvarfið að flýja heimili sitt sökum ofbeldis, þá tökum við á mótinni. Þannig að ef öll rúm eru fullskipuð þá drögum við fram svefnsofa eða sækjum dýnu. Þú þarft aldrei að bíða eða fara á biðlista til að fara í kvennaathvarf. Og það ótrúlega mikill fengur í því og við vonum að við náum að halda þessu trausti sem við höfum í rauninni frá stjórnvöldum að það ekki verið að setja okkur neina skorður með þessi mál. Við veitum ráðgjöf til kvennanna á meðan þær eru hjá okkur í dvöl. Þær fá sinn ráðgjafa sem þær eru með allan tíman, tengja þær vel við kerfið og ræða ofbeldið og stöðuna. Börnin fá einnig ráðgjafa og mæður, sérstakan ráðgjafa sem að snýr bara að þeirra málum og þær geta verið hjá okkur í rauninni í ótakmarkaðan tíma eða eins lengi og við teljum að þörf er á og þær telja að þörf er á. Það sem svo mikilvægt að þær eru á eigin vegferð hjá okkur. Við erum ekki að segja hvað þær eru að gera, við erum ekki að taka völdin, það búið að gera það nógu lengi, þannig að það stjórna algjörlega ferðinni í kvennaathvarfinu. Þær taka ofta ákvarðanir sem við erum ekki sammála og þá það bara þannig og þær fara oft tilbaka og þá bara koma þær aftur eða þær vilja. Það engin sem dæmi þær hjá okkur. Öll þessi svona auka þjónusta hefur orðið til þess að mun færri konur fara tilbaka í óbreytt ástand heldur en áður. Fyrir svona 20 árum voru þetta rúmlega 60% kvenna að fara tilbaka í óbreytt ástand. Nú þetta svona milli 11 til 14% og það einfaldlega út af öllu þessu. Þær þurfa þennan mikla sveigjanleika, þær þurfa þennan ótakmarkaða tíma til þess að jafna sig og finna út úr sínum málum og þær þurfa mikla ráðgjöf og þjónustu. Svo það viðtölin sem við veitum til kvenna utan kvennaathvarfsins sem sú þjónustu sem að stækka mest með hverju árinu.
Þetta er þá konur sem að telja sér ekkert endilega þurfa því að halda að koma í kvennaathvarf og dvelja þar, en þær þurfa að spegla sín mál, er ég í ofbeldissambandi eða hvernig kemst ég út úr ofbeldissambandinu, eða eins og helmingurinn af þeim sem koma til okkar, þær eru búnar að stíga út úr ofbeldi en ofbeldi heldur áfram. Þá í gegnum stafrænt ofbeldi, í gegnum börnin og eftir ýmsum öðrum leiðum. Oft koma þær til okkur í dvöl eftir að eru búnar að vera hjá okkur í viðtölum. Viðtölin eru ókeypis og þær geta komið eins oft og þær vilja. Þetta eru svo þjónusta, ég held að í fyrra voru þetta 1800 viðtöl og fyrir 5 árum voru þetta 600. Þannig sjáu hvað hún er að vaxa. Svo er það neyðarsíminn eða vaktsíminn sem er opinn allan sólarhringinn. Hann er einnig fyrir fagfólk og aðstandendur. Eru eitthvað skrýtnar aðstæður sem þið viljið ná að spegla, þá er alltaf hægt að hringja og heyra í ráðgjafa hjá okkur. Ég ætla bara svona aðeins að segja ykkur frá svona hugmyndafræðinni sem við störfum eftir. Við rekum kvennaathvarfið eins og stórt heimili, þar sem eru sameiginleg svæði, það eru stofa og eldhús og leikherbergi og annað þar sem þær eru saman og svo hafa þær sitt herbergi út af fyrir sig. Við teljum þetta mikilvægt. Núna erum við að byggja nýtt athvarf og við ákveðum að halda áfram með þessa hugmyndafræði. Sum athvarf eru að færa sig átt að því að hafa íbúðir fyrir konur. Við ákveðum að gera það ekki, þó svo að svona nútíma kröfur gera oft svona ráð fyrir meiri svona privacy. Þá sjáum við bara að þetta eru konur ofta að koma úr gríðarlega mikilli einangrun. Þær þurfa tengslanetti, þær þurfa að koma fram og tengjast öðrum konum. Það er þessi orka sem skapast þar frammi sem er svo mikilvæg. Við erum með börn sem hafa jafnvel aldrei verið í kringum önnur börn. Börn á leikskólaaldri sem hafa verið algjörlega einangruð inn á sínu heimili. Þetta er oft erfitt fyrir konurnar í byrjun en langoftast er þetta það sem við sjáum að veitið mesta styrkin, það eru hinar konurnar. Þannig að í nýja athvarfinu ákváðum við að vera áfram með þessi sameiginlegu svæði en mun fleiri svæði þar sem þær geta dregið sig í hlé og verið út af fyrir sig líka. Þannig að þetta er leikherbergið. Við leggjum mikið upp úr því að börnin finna þau heima í kvennaathvarfinu og þau eru oft ansi hvekkt og hrædd þau koma fyrst. Þetta er eitthvað sem þau völdu sér ekki sjálf og það er ótrúlega gefandi að sjá þegar þau svo smátt og smátt taka yfir og fara að segja okkur hvernig við að hafa okkur. Þannig að þá finnum við að þeim fara að líða vel. Við notum hvert einasta tækifæri til þess að gera okkur glaðan dag. En svo það er svona ólíkt því sem margir halda, þá er kvennaathvarfið staðið þar sem mikið er hlegið og mikið stuð. Við ræðum ekki ofbeldi í sameiginlegum rýmum, það er gert í viðtalsherbergjum. Og þarna starfar húsmóðir sem er bara alla daga svona hjartað í húsinu. Hún veit ekkert ofbeldið, hún er bara að baka og gera mat og þau koma heim úr skólanum þá er eitthvað að gerast í eldhúsinu. Hún heitir Kata og hún er vinsælasti starfsmaður kvennaathvarfsins og þið sjáðu þarna einn morgunum kom hún í vinnuna og þá tók stéttin svona á mótinni. Það elskar hann allir mjög mikið og allar myndir sem teiknar eru handa henni og ég var reyndar á vakt daginn og fékk gefins mynd en þá var það mynd af Kötu. Þannig að það er bara mjög skýrt hver er númer 1. Og starfskonurnar þær þurfa að bregða sér alls konar líki og þær þurfa að lesa húsið, einn daginn er kannski bara fullt af smábörnum og þá þurfum við virkni fyrir þau og halda gangandi athvarfinu þannig og svo fer maður kannski nokkra daga frí og kemur aftur og þá eru bara ekkert nema unglingsdrengir og unglingalykt í húsi og maður þarf bara að fara að drífa sig út í búð og kaupa meiri mat. Þannig að maður þarf alltaf að lesa húsið og já eins og ég segi og við gerum hvað sem er til þess að gera heimilislegt hjá okkur og leggjum mikið upp úr því. Af því að það er svo mikilvægt að þær finni að þær eru velkomnar og það er svo mikilvægt að þær ílengist. Af því að annars eru svo mikla líkur að þær fari tilbaka í óbreytt ástand. Þannig að þær þurfa að geta svolítið náð að lenda og þetta tekur oft miklu meiri tíma heldur að gera sér grein fyrir. Ég ætla ekki að fara eitthvað langt ofan í tölurnar en þetta eru svona 150 konur á ári, cirka 10-12 konur í húsi á hverjum tímapunkti í Reykjavík og börnin svona rétt yfir 100 börn sem eru að dvelja hjá okkur í athvarfinu. Það getur verið mjög misjafnt. Einn daginn eru kannski 4 konur og 2 börn og svo eru allt í einum tímapunkti síðasta sumar held ég að verið 21 barn undir 7 ára aldri í húsi. Þannig að við vitum aldrei hvernig staðan er hverju sinni.
þær eru svona meðaltali 30 daga en stundum eru þær 2 daga og stundum eru þær í 6 mánuði og það er bara eitthvað sem við þurfum alltaf að meta. Bæði stjórna þær því að þær geta gengið út hvenær sem þær vilja en svo líka oft er dvölin bara orðin þannig að hún er ekki lengur að þjóna konunni og þá gefum við þeim dagsetningu. Það getur verið út af ýmsum ástæðum. Svo ætla ég svona aðeins að fara yfir bara þeirra raunveruleika og þá húsnæðismálin og þetta er hópur sem þarf að vinna með alveg sérstakan hátt. Þær eru að koma úr aðstæðum þar sem er búið að taka af þeim oft allt ákvarðanavald. Þær hafa ekki haft aðgengi að sínum fjármálum, þær hafa jafnvel ekki fengið að nota tölvu, þær eru oft mjög illa tæknilæsar. Ef þetta eru konur af erlendum uppruna þá hafa þær oft verið að fá allar sínar upplýsingar frá sínum maka. Þetta er oft íslensku maki eða maki sem hefur búið hér lengur. Þannig að þær eru oft með mjög mikið af röngum upplýsingum og þær eru bundnar börnum sínum þannig að þær geta oft ekki komist út á vinnumarkað. Þær eru ótrúlega þreyttar og þær eru oft enn mjög hræddar en aðalspurningin er oftast hvar ætla ég að búa. Og eins og var lýst svo vel áðan að þegar sú grundvallar spurning er gegnumgangandi að þá náðar ekki að vinna út úr neinu öðru á meðan. En sama tíma meðtaka engar upplýsingar af því þær eru í svo mikilli varnarstöðu og í svo miklu ástandi. Þannig að ég get skilið eins og var verið að lýsa áðan hversu erfitt það getur verið að vinna með þessum konum. Af því oft þarf maður að vinna traustið og ná samtalinu áður en að fara að gera nokkuð annað. Þannig við reynum að fullvissa þær að þær þurfi ekki að hugsa þetta alveg strax, þurfi að ná að lenda og stundum tekst það af því þá í rauninni ganga, ég veit að húsnæðismálin eru flókin, en leið og maður er komið með eitthvað í gott samtal og traust að þá oft ganga bara hlutirnir einhvern veginn betur, líka húsnæðismálin. Þótt að þær fara oft í meiri sjálfshjálp og finna sitt eigið tengslanet og annað slíkt, þannig að það skiptir máli hvort maður sé að vinna með einstaklingi sem finnst allt vera ómögulegt eða er tilbúin að vinna með manni og því þekki það örugglega betur en flestir. Þetta eru oft ólíkar þjónustuþarfir sem þær hafa, þær þurfa alls konar þjónustu og það sem við reynum að gera er að tengja þær eins vel við kerfið og við mögulega getum. Við höfum ákveðið að vera ekki eins og sum atkvör hafa gert, að vera með einhvers konar svona ofurþjónustu inn í atkvarfinu, þar sem boðið upp á félagsráðgjafa, sálfræðing, lögfræðing eða annað sem veitir þjónustuna af okkar hendi. Af því eins og ég sagði áðan þá geta labbað út hvenær sem er og það gerist bara oft, það breytast aðstæður, það skipt skoðun, þær vilja gista hjá mömmu sinni, eitthvað gerist og þá myndi bara detta niður öll þjónusta við það. Þannig að okkur þykir mjög mikilvægt að tengja þær mjög vel við þjónustuna og það getur þá verið lögfræðiaðstoð sem því miður núna með því að Mannréttindaskrifstofa Íslands var lögð niður þá hefur minnkað sú aðstoð til kvenna af erlendum uppruna. Þær eru oft með mjög miklar pælingar varðandi dvalarleyfi sitt, þær hafa fengið mikið af röngum upplýsingum frá sínum maka að börnin verði tekin af þeim og þær hafa engin réttindi eða þær skilji og annað slíkt. Sálfræðiþjónusta eins og þið þekki náttúrulega bara ekki á góðum stað á Íslandi. Félagsþjónustan er eitthvað sem við leggjum mikið upp úr að eiga gott samstarf með félagsráðgjafar, alltaf velkomnir inn í atkvæði til okkar ef þið vilja taka viðtölin þar, ef þið finna konunni líður betur þar inni. Þær þurfa viðamikla félagslega ráðgjöf að bara af eins breiðum ramma eins og hægt er að ímynda sér. Þannig að þó svo þær þurfi ekki til dæmis fjárhagsaðstoð og ég veit að bunkinn hjá félagsráðgjöfum er oft ansi hár og mikið af málum en þessar konur það hjálpar þeim ótrúlega að fá þessa viðamiklu breiðu félagslegu ráðgjöf þeirra stöðu, þeirra réttindi og bara almennan stuðning inn í næstu skref. Þannig að það hefur verið algjörlega ómetanlegt þegar konurnar fá góðan félagsráðgjafa. Við finnum það og þessi verkefni, svo tinnuverkefni sem við erum bara svo hæstánægðar með. Við vitum bara ef að kona kemst inn í tinnu að þá getum við sleppt af henni í tökunum. Að þá fer hún á flug. Það er alveg ótrúlegt að fylgjast með. Þannig að sjá þessi flottu verkefni sem að fara af stað og Ellan sem kemur á eftir, þetta er algjörlega magnað sko. Sýslumaður, ég get gert sér fyrirlestur sýslumann en það er annað og við reynum að fylgja þeim til sýslumanns
og eins og við þekkjum bara þær fá náttúrulega ekki túlkaþjónustu þar, þær eru ofta að skrifa frá sér alls konar réttindi og annað sem að þær þekkja, veit ekki hvað að skrifa undir. Nýjasta sem við erum að sjá að maki bannar þeim að fara á fund sýslumanns og þá hefur verið gefin kostur á að skrifa undir pappirum með rafrænum skilríkjum og mæta ekki, og þá eru sjálfsögðu makinn að skrifa fyrir hönd þolandasins undir hinn ýmsu plögg. Þannig að við höfum séð konur afsala sér forræði með rafrænum skilríkjum sem að sjálfsögðu gerandi er að skrifa undir. Þannig að aukin þjónustu sýslumanns og utanumhald eitthvað sem við viljum sjá. Svo við langaðum bara aðeins að koma inn á þessa ólíku hópa sem við erum að vinna með og við höfum bara verið að rýna það svolítið sérstaklega upp á síðkastið að það þarf að grípa þær svo ólíkt. Við erum með náttúrulega konur af erlendum uppruna, 30% þeirra fer tilbaka í óbreytt ástand og eiginlega allir þessir hópar sem að ég tel upp þarna eru konur sem eru í mun hærra prósentuhlutfalli á hættu að fara tilbaka. Þannig að þetta eru konur sem þarf að grípa hratt. Það eru litla líkur að komi aftur, sérstaklega eins og eldri konur. Við erum verið með konur yfir 70, jafnvel yfir áttrætt sem eru að koma úr 30, 40, 50 ára hjónaböndum með hræðilegu ofbeldi og jafnvel sóttar á lögreglunni. Það er ótrúlegt hvað ofbeldi getur enn verið líkamlegt á þessum aldri og börnin búin að fá nóg og jafnvel að snúa við bakinu og við höfum séð svona success stories þar sem það hefur bara gripnar mjög vel og örugglega komist í húsnæði fyrir eldri borgara og náða að byrja nýtt líf. 75 ára kannski að stíga út úr ofbeldi, það er ótrúlegt að fylgjast með því. En hlutinni þurfa að gerast hratt hjá þessum konum. Og svo ætla ég bara aðeins að koma inn á ungu konurnar. Við erum að fá inn núna, hefur verið komið inn konur bara 18 ára sem eru náttúrulega bara börn. En eru orðnar fullorðnar og þetta eru konur í námi, þær eru ofta að flýja ofbeldi við foreldra og það þarf að grípa þær með einhvern sérstökum hætti líka því að almennar leiguíbúðir oft henta ekki þessum konum, þær eru að reyna að halda áfram í náminu sínu, þyrftu að komast í íbúðir fyrir nemendur eða annað slíkt og já, við höfum verið með núna held ég bara allavega 3 á árinu, 18 ára, sem voru bara, sem eru bara yngri en börnin okkar einhvern veginn og maður bara er einhvern veginn að reyna að finna úrræði fyrir þær. Þannig að ég vildi svona aðeins koma inn á það. Svo bara rétt í lokin bara hvert konurnar eru að fara eftir dvölina og eins og ég sagði það hefur dottið svolítið vel niður konur sem eru að fara tilbaka í óbreytt ástand. Sko það er náttúrulega dottið svolítið niður, þetta er svolítið slæmglæra en það er svolítið dottið niður þar sem að fara í nýtt húsnæði. Það bara fjall niður eftir COVID bara eins og búið að koma fram og svo er það búsetubrúin okkar sem ég ætla bara svona ég hef komin yfir tíma held ég að ég ætla aðeins að koma bara inn á hana. Við fundum að konur, þær voru ílengjast í kvennaathvarfinu vegna húsnæðismála. Það var ekki eftir, það voru orðnar sterkar, þær voru tilbúnar en og leiðurinn tilbúin, þá er allt í einu kvennaathvarfi sem var svo yndislegu staður þá fer hann að þrengja að þér. Þá ertu svo tilbúin að fara. Og þær voru ílengjast jafnvel upp undir ár hjá okkur af því þær komst ekki í húsnæði. Og við fórum að leita ráða og enduðum á að byggja blokk við Bergþórugötuna, stórhuga eins og við erum og þetta eru 18 íbúðir sem þær hafa sem sagt tök á að fara í allt að ár og leigja af okkur eftir dvöl í kvennaathvarfinu. Þannig þetta er bara fyrir konur og börn sem hafa verið í kvennaathvarfinu. Og þetta var hugsað þannig í rauninni til þess að kaupa tíma með félagsþjónustunni. Þið skiljið hvað ég meina. Þú veist að félagsþjónustan fái stærri glugga og þær sjálfar, þær halda áfram að fá valdeflingu með þær búa þarna, en félagsþjónustan fær líka stærri glugga í að vinna úr þeirra málum. Þær geta gengið út hvenær sem það er ekki uppsagnarfrestur af þeirra hálfu. Ef þær fá íbúð, þá með þær bara labba út samdægurs og þær þurfa ekki að greiða neitt fyrir það. Leigunin haldið í lágmarki. En því miður, bara eins og staðan þá höfum við svolítið séð það gerast að það er ekkert farið að vinna í þeirra málum fyrir en að í rauninni samningurinn er búinn. Þannig að í rauninni bara lengdi þetta tíma sem það er að bíða eftir að málið er að fyrir vinslu. Þannig að við myndum vilja sjá meiri vinslu í málum þessara kvenna á meðan þær eru þarna því óöryggi og stressið yfir því hvert er ég að fara með börnin mín getur verið algjörlega lamandi fyrir þessar konur. Þannig að þetta hefur verið svona algjör game changer að geta komið þarna yfir eða hafa áhuga á og
og þarna líka ríkir sveigjanleikinn. Ef við erum komin í samstarf við félagsþjónustuna og félagsþjónustan er kannski, ég er með íbúð en hún er ekki fyrir eftir 3 mánuði og samningunum rennur út, þá bara framleggjum við hann 3 mánuði ef við vitum að það er eitthvað að bíða konunnar. Þetta kvennaathvarfið, við erum ekki stofnun, við erum alltaf til í alls konar samtöl, svo lengi sem það gagnast konunni. Já, ég ætla bara að sýna ykkur mynd af nýja athvarfinu bara rétt á henni fyrir, við erum svo spenntar. Þetta er þess að teikning og það kemur í svona það er í Fossvoginum, þarna munum við geta tekið á móti konum með fatlanir og konum með börn með fatlanir og bara konur sem eru ónýtar í kroppnum eins og þær eru bara mjög oft, þetta eru oft öryrkjar. Þarna getum við verið með meiri viðtalsþjónustu, við getum verið með hópavinnu og já, okkur líður svolítið núna eins og við séum í sambandi þess að við erum búin að ákveða að segja upp kærastanum en við munum ekki geta farið frá honum fyrir í maí, þannig að allt í einu erum við rosalega þreyttar á gamla kvennaathvarfinu og getum ekki beðið eftir að fara yfir. Þannig að já, ég er komin yfir tíma, þannig að kæra þakkir. Takk. Kærar þakkir Linda Dröfn, þetta var fróðlegt, en það er komið að þeim Ólöfu Karitas Þrastardóttur og Elínu Klöru Bender. Þær eru félagsráðgjafar á Austurmiðstöð og ætla að kynna úrræðið Ellu. Þær Ólöf Karitas og Elín Klara starfa við mikilvægt stuðningsúrræði fyrir einstæða foreldra. Þær þekkja vel samspil félagslegra aðstæðna, foreldrahlutverks og húsnæðisörðugleika og hafa unnið að því að skapa raunhæfar og mannúðlega leiðir til að styðja foreldra sem búa við ótryggar aðstæður. Gjörið svo vel. Nú kann ég ekki á þessa tölvu hérna. Þetta er ekki bara... Komið sæl, við heiti Elín Klara og Ég er Ólöf Karitas. Og við erum félagsráðgjafar og erum að sjá Elluna. Og fyrir hverja er Ellan? Þetta er stuðningsúrræði fyrir einstæða foreldra af öllum kynjum og foreldrar á aldrinum 18 til 29 ára hefur verið svona skilgreind tímamörk. Það er aðeins svona farið að breytast pínulítið, það eru örlítið eldri konur farnar að sækja og það er kannski bara eitthvað sem er nýtt eða breytingar, maður veit ekki alveg. Það er áhersla á stuðning og foreldrahæfni og stuðningurinn sem hann er miðaður 3 til 5 ár þar sem þær geta búið í Ellunni. Það fer eftir svona hversu mikinn stuðning og hversu langt þær eru komnar. Foreldrar leigja íbúðir sínar af félagsbústöðum og félagsbústaðir sjá alveg húsnæðisliðinn en þær þurfa að greiða leigu og fylgja reglum, bara almennum húsnæðisreglum. Þetta flokkar sem annars stigs úrræði en umræðin hvar úrræði á raunverulega heima er oft svona pínu svona milli annars og 3. stigs. Það er forvarnaþáttur í Ellunni að gera heimili barnvænt, aðstoða foreldra með eftirlit og fræðslu, koma í veg fyrir að börn alist upp með félagslegan vanda. Þannig að það er svona það sem við horfum mest á. Markmið með búsetu í Ellunni er að bæta lífskjör og félagslega stöðu fjölskyldna og efla foreldra til sjálfstæðis og sjálfshjálpar, læra að bera ábyrgð á daglegum verkefnum, sjá heimilið og sinna börnunum og öllu því sem við kemur að vera foreldri. Beita jákvæðum uppeldisaðferðum, við reynum að aðstoða með það, kennum svona þægilegar og góðar aðferðir við uppeldi og stoppum af ef við sjáum að eitthvað er ekki að fara í rétta átt. Stuðningur er við að komast áfram í virkni eins og komast í til dæmis tinnuúrræði, algengt, hringsjá, virk, bara hitt og þetta. Það sem við gerum í Ellunni er í rauninni öll félagsleg ráðgjöf, hjálpum til við að sækja styrki og
svona aðstoð við það sem er bara flokkast undir félagslega ráðgjöf. Við erum með uppeldisstuðning og Ólöf er sérstakur PMT og ráðgjafi. Við styðjum líka við heimilishald, við erum að hjálpa þeim að skipuleggja heimilið, taka til, ganga frá, fara út í búð og bara alls konar verkefni sem því tengist. Við erum líka með fjármálastuðning, þó við séum svo sem ekki snillingar í fjármálum, en þá erum við samt að hjálpa þeim að styðja, fara og tala við þessar lánastofnanir og semjum skuldir og forgangsraða hvað getur þú keypt í þessu mánuði og svo framvegis. Og við hjálpumst að með allt þetta óvænta sem kemur upp. Það eru alveg ótrúlegustu hlutir sem að geta komið upp í lífi fjölskyldna sem búa í Ellinni. Það er eiginlega bara hvað sem er. Já. Faglegu áherslurnar okkar, kannski ferði við þær. Já, það var að skipta upp á hátalara. Það heyrist alveg í mér. Já, við leggjum mikla áherslu á að setja einstaklingsstuðning með hverju fjölskyldu og reynum svona, þú veist, fyrir sumar er þetta kannski bara í 2 vikur og meðan aðrar getur kannski farið í 3-4 mánuði og horfum svolítið á, þú veist, bara, ok, hvert er markmiðið núna, hvert viltu ná? Og þú veist, í þessum einstaklingsstuðning erum við líka svolítið að horfa á, sko, þú veist, hvert er þitt hlutverk og svo, þú veist, hvert er hlutverk okkar Elínar að hjálpa þær að ná þessu markmiði. Við höfum svolítið verið að leika okkur líka með að setja niður draumamarkmiði með þeim til að svolítið að sjá svona, ok, þú veist, hvert langar þið virkilega að stefna bara einhvern veginn aðeins í framtíðinni. Þannig að það hafa komið ótrúlega skemmtilegar hugmyndir, þú veist, langar að fara í Garðyrkjuskólann í Hveragerði eða svona alls konar sem mann hefði aldrei getað dottið í hug einhvern veginn að væri þarna hjá viðkomandi. Við notum náttúrulega mjög mikið PMT-ið hjá þeim, en þetta er náttúrulega svolítið ung börn oft á tíðum hjá okkur. Þannig að við erum kannski mest bara að horfa á þessi skýrufyrirmæli, hvatninguna sem við teljum mjög mikilvæg hjá þeim að kenna þeim svona góða hvatningaleiðir strax og bara svona setja væg mörk. Í farsæld barna er eitthvað sem við erum að reyna að innleiða meira og meira með hverjum mánuðinum og erum komið núna með fleiri mál í því. Og svo er náttúrulega bara þetta helsta, þú veist, tengslakenningin og svo eru svo heppin að Elín kann jákvæða sálfræði. Og þær eru ótrúlega jákvæði fyrir að taka núvitundaæfingar með okkur, að fara í göngutúr, við erum svo fallegu umhverfi, að fara í göngutúr í svo fallega umhverfi og bara verða oft miklu þægilegri viðtölin og auðveldar að tala það sem þarf að tala þegar maður er bara út að labba. Svo erum við með þessa 6 mánaða eftirfylgd sem þróaðist svona aðeins seinna í þessu úrræði að þegar það er klára útskrifast eða vilja fara að þá getum við fylgt þeim eftir í 6 mánuði. En við reynum einhvern veginn alltaf að þú veist að þær fara ekkert alveg frá okkur þangað til eitthvað annað er búið að grípa. Þú veist, við reynum að fylgja þeim. Þú veist, ef þær vil ekki alveg þessar 6 mánuði þá reynum við alltaf að fylgja þeim þangað til að þær eru konar búin að lenda einhvers staðar annars staðar. Þannig já, það er faglegt samstarf. Það er mjög mikilvægur þáttur og við fundum það svo strax hvað við þurfum að vera duglegar að svona bara kynna okkur, taka upp tólið og svona búa til svona eiginlega bara okkar tengslanett í kringum allar þessar stofnanir. Hvað það auðveldar bara alla okkar vinnu og hvað það hjálpar fjölskyldunum mikið þegar við erum bara komið með þennan stuðning. Og náttúrulega leik og grunnskólinn og við erum frábæri samstarfi við þær. Og öll þessi endurhæfingu og eðvirkniúrræði. En svo er það hérna húsnæði. Praktísku hlutirnir. Nákvæmlega. En þegar þetta var stofnað þá var elliðabrautin að byggjast upp. Eða þú veist, þetta var ákveðið. Þannig að við fengum bara flytja inn í glænýtt húsnæði með 10 íbúðum og það er hérna, við Elín deilum hérna fyrsta hæðinni skrifstofu með, eða eiginlega bara stórri íbúð með starfsmönnum búsetukjarnans og í byrjunum manni alveg ég var svona eitthvað, já ok,
það var svolítið svona öðruvísi. En svo er ég bara svona svo ótrúlega þakklátt fyrir þessa hugmynd að bara deila þessari samvinnu áhrifum. Af því þau eru í húsi frá 8 til 12 á miðnætti alla daga vikunar. Þannig að fjölskyldurinn okkar geta alltaf komið niður ef það kemur eitthvað upp á og leita til þeirra. Og, og þau reyna eftir bestu getu að hjálpa til og aðstoða, sem bara ótrúlega mikill stuðningur. En svo komst bara fljótt í ljós að biðlistinn var bara ótrúlega langur og það var ákveðið að stækka 2 íbúðir. Þannig að núna eru alltaf 12, húsið er bara, eða það er alltaf 12, en þessar 2 eru ekki í sama húsi. Það var ekki hægt að stækka þar. Þannig að núna erum við með 12 íbúðir í Norðlingaholti. Í Norðlingaholti, 12 fjölskyldur, 3 eftir fylgd og 18 börn. Þetta er alveg nóg að gera. Já, en þetta er ekkert mikið formfast hjá okkur. Þær geta bara, við erum með GSM-síma sem það geta ringt í að senda SMS, miklu duglega að senda SMS og spurt bara, hei, getur þú hitt mig? Þú veist, þetta er til að koma kíkja upp. Og svo það sem eru kannski ekkert alveg eins duglegar að hafa sambandi okkar, það erum við Elín hérna. Æ, hvað segirðu? Má ég tala? Eða skikja til þín og eitthvað. Þannig að við reynum tíma í vikunni. Já, þannig að við reynum alltaf að hitta þær, þú veist, að lágmarki 2 sinnum í mánuði, en margar reynum að hitta alltaf vikulega. Og sérstaklega þessar sem eru nýjar þær fá meira eftirfylgd og við hittum þær oftar, meira, þéttar. Þær sem eru búin að vera mikið lengur, þær ráða í meira sjálfar og þurfa kannski ekki eins mörg viðtöl. Nei. Já, en ég kannski tók svolítið frá þessu líka áðan, en þú veist, við erum alltaf búin að fara, það er svona 30 fjölskyldur búin að fara í gegn hjá okkur á þessum 5 árum. Sumar hafa dalið styttra en aðrar. Við erum ennþá með fjölskyldur sem eru úr upprunalega hópnum, en það er verið að vinna í útskrift hjá þeim. Svo erum við ótrúlega stoltar af því að þessi 3 mæður búin að kaupa sér sína eigin íbúð og er sérst 4. Í því ferli núna. Og okkur finnst það ótrúlega ánægilegt og gaman. Já. Og bara, maður sér bara hvað er náða að vaksa mikið, þú veist, við bara þetta og komast bara át af vinnumarkaðinn og þetta er bara yndislegt. Og þessar sólskinssögur eru alveg ótrúlega, þær gefa manni svo gott. Að sjá að þær geta komist í sitt eigið og farið og bara pluma sig í lífinu. Það er auðvitað markmið. Já, helstu áskoranir okkar eru, það er náttúrulega fjárhagsvandræði foreldra, þær eru flest allar í mjög bara hafa lítið á milli handana, eru með börn og þurfa borga alla þessa reikninga, þannig að þetta er erfitt. Það eru sumar í fæðingarorlofi, við erum með þó nokkuð margar núna í fæðingarorlofi með lítil börn og jafnvel eldri börn og leikskólakostnað, dagmömmur, þetta er bara, þetta er stór þáttur sem að þær eru að glíma við. Svo er þetta bakgrunnurinn þeirra, þar eiga margar mjög erfiðar sögur, bæði foreldrar sem foreldrar þeirra, kannski ekki til staðar, jafnvel í neyslu, ekki á landinu, erfið samskipti, þetta er bara þetta klassíska sem við þekkjum. Það er einnig til vandræða fyrir okkur stundum, makar flytja inn, það er náttúrulega, þetta er fyrir einstæða foreldra, þannig að það er ekki leyfilegt að flytja inn maka. Þeir koma þó stundum og einhvern veginn svona bara allt í hennu komnir inn og það þarf einhvern veginn að bregðast við því, þannig að það getur verið vesen. Líka náttúrulega makar sem hafa beitt ofbeldi og við erum að reyna að halda frá og við hefum fengið einhverjar konur frá kvennaathvarfinu þar sem að þær hafa dvalið og koma svo til okkar og eru þá, það þarf þá að fylgja því eftir að þeir séu ekki einhvers staðar í kringum þær. Það er líka neysla sem er vandi hjá sumum. Það er náttúrulega algjör skilyrði að vera ekki í neyslu í Elunni en konur falla. Og það hafa komið upp atvik þar sem að þær eru bara komnar í neyslu og þá er bara að skoða hvernig það er og tekið á því en þær hafa líka þurft að flytja
ef þær eru uppvísar að því að vera komnar í neyslu. Og svo náttúrulega ágreiningur á milli foreldra, það eru bæði þá barnsfeður, að því við erum bara með konur, barnsfeður og bara forsjár vandamál og umgengnisvandamál sem eru algeng. Og svo náttúrulega líka bara, þetta viðkvæmur hópur og þær hafa líka lent í vanda sín á milli sem bara foreldrar í elunni og þá þarf að reyna að stíga inn í það og hjálpa þeim að leysa úr þessum vandamálum. Og svo náttúrulega bara alltaf okkar stóra vandamál, við erum bara 1,5, þannig að það er miklu meira en nóg að gera hjá okkur og við gætum alveg verið meira til staðar. Og svo það áskoranir foreldrana, þú vilt kannski segja frá þeim? Það náttúrulega oft á tíðum foreldrarnir sjálfur með tengslavanda sem að yfirflýst á börnin og við erum að reyna svolítið að vinna mikið með það. Og þessi erfiðleika við að setja mörk. Þegar við upplifa sig svo oft vera ótrúlega vond við að standa við neyið. Eða hafa ekki úthaldið. Þú búin að segja nei og svo byrja barnið að suða og þú gefur eftir og síðan bara verður það stærri og stærri hringur, Þannig að við erum fyrir svona, mikið markmiðanum okkar, eða stór hluti, bara að hjálpa þeim að standa við þetta nei og að hugsa, ok, ég stödd þar að ég get staðið við neyið eða kannski bara betra að segja, já, ok, þú mátt þetta núna, í staðinn fyrir alltaf bakka. Þeir eru oft erfiðleika með að sjá styrkleika barnanna sinna og styrkleika sjálfsins. Það er oft bara rosalega lítið sjálfstraust. Hrósin eru fátíð. Og eftirleiti ábóta vant. Og eins og Elín sagði svolítið í byrjun, það er partur af því bara, er heimilið barnvænt? Það þarf að tryggja öryggi barnsins eins og þessi litlu börn þegar þau byrja að labba og tósa í allt og svona. Skjátími er held ég stærsta áskorun okkar, bæði þá mæðrana og barnana. Það er rosalega mikil skjátími og þau byrja rosalega ung í skjátíma. Þannig og svo eins og Elín sagði, stuðningsnetið er bara svo lítið þannig að þær verða oft svo ótrúlega þreyttar og svo eru áföllin ofan á líka þannig að úthaldið er svo lítið. Það er líka oft búin að vera í vandræðum með húsnæði áður en að það er koma til okkar þannig að það tekur dálítinn tíma einhvern veginn svona lenda og byrja að lifa þessu rútínu lífi sem að þær hafa þurft svo lengi. Það tekur tíma að læra það. Já, fyrirmyndirnar kannski ekki góðar og þá er kannski rosalega mikið leitað á TikTok að Insta og það er heldur kannski ekki alltaf bestu fyrirmyndirnar. Eða bestu ráðin. Já. Og svo ofbeldi. Það er svolítið stór hópur hjá okkur sem hefur orðið fyrir ofbeldi. Svo svona aðeins í lokin. Jákvæða. Já. Við höfum verið ótrúlega duglegar að nýta starfsdaga hjá börnunum þegar það hendar að gera eitthvað skemmtilegt með foreldri og barni. Þá er farið í leiki, páskafundur, jólaföndur, hittast bara aðeins í starfsmannarýminu, gera eitthvað saman. Við höfum fengið 5-leikasalinn í Norðlingaholti lánaðan sem vekur alltaf mikla lukku þegar við fyrir þangað. En svo höfum við líka fært niður ellukaffi einu sinni í mánuði sem þá bara fyrir foreldrana. Við erum bara að koma aðeins og hittast, bara aðeins taka stöðu. Og litlu börnin sem ekki, sem ennþá bara hér. Já, svona stöðuna á hvernig líðan, hvernig er stemningin og höfum oft fengið góða fræðslu. Frostlakuliðinu, við erum að reyna að ná í tannlækni núna upp á tannhilsu. Það er svona alls konar sem við erum. Þetta er oft alveg mjög góðir tímar til að líka sjá samspilið þeirra á milli og þetta gefur á margan hátt ótrúlega góður. Já. Þá erum við bara búin í bili. Takk
Takk fyrir þetta Ólöf og Elín og þá ætlum við að fá hana Erlu Björgu Sigurðardóttur, félagsráðgjafa og forstöðukonu Þúfunar áfangaheimilis og lektor við félagsráðgjafadeild HÍ hingað upp. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl, öll sömul, hvar eru glærurnar? Svona, já. Já, ég vil þakka fyrir að mig og boða að tala hér í dag og þau fengi að hlýsta á þau erindi sem hafa hér verið haldinn og mér finnst nú margt vera jákvætt og spennandi sem er að gerast og sérstaklega finnst mér það sem Kvennaathvarfið og Ellan að hvað er lagt mikið í þetta og upp úr því hvað þarf að gera og bara mjög gleðilegt að sjá þá uppbyggingu. En ég ætla að tala áfangaheimili fyrir fólk sem á við vímuefnaröskun að etja og vímuefnaröskun er langvinnur krónískur sjúkdómur sem að herjar á allar stéttir landsins og bara hvar sem í hvaða samfélagi sem en fer mjög mismunandi illa með fólk og ég semst að þá að tala áfangaheimili þá fyrir þá sem eru mjög illa staddir vegna þessa sjúkdóms og við erum að ræða þá úrræði sem út frá hugmyndafræðinu húsnæði fyrst. Húsnæði fyrst þar sem að við erum með áherslu á edrumennsku og batamiðaða nálgun og þannig að ná tökum á því að einstaklingurinn eignist edru líf, geti náð því að byggja upp líf sitt úr ýmsum erfiðleikum sem hann hefur þá verið að fást við og sjúkdómurinn þess eðlis að það mikið stjórnleysi í neyslu áfengis og eða öðrum vímuefnum og það hefur mikil áhrif á lífsgæði og ekki síst húsnæðismál. Stjórnleysið það sem heltekur í líf þessa einstaklinga og veldur ýmsum vanda og þeir sem eru sem sagt að koma inn á þessi áfangaheimili sem við erum þá með fyrir þá sem hafa lokið meðferð vegna þessa sjúkdóms og margir hafa farið ítrekkað í meðferð, fólk sem á langa kannski göngu í edrumennsku og með bakföllum og þá hefur leiðin verið þess eðlis að það húsnæðisleysi og við erum að tala allar tegundir húsnæðisleysis, við erum að tala það sem við bara getum skilgreint sem heimilisleysi og þá erum við að tala áfangaheimili sem þá brú á milli heimilisleysis og heimili. Einstaklingar sem einhvern tímann hafa átt heimili og átt bara ágætt líf tímabundið og síðan fer allt á annan veg og þetta fólk hefur oft, ég að tala ekki bara að tala konur heldur kalla líka fólk sem hefur átt erfiða göngu og bakföll sem eru hluti af þessum sjúkdómi og við gerum ráð fyrir bakföllum líka í þessum úrræðum og höfum svona ákveðnar hugmyndir það hvernig á að leysa það og oft ákveðið úrræðaleysi í því þegar að bakföllin koma til og þegar ég tala að það sé ánægilegt að sjá hvernig unnið út með Kvennaathvarfið í dag og Elluna að þá vantar okkur svolítið þetta og ég kem betur að því á eftir en þessi hópur hann þarf mjög þéttan stuðning til þess að ná tökum á þessu sem við köllum þá bara daglegt líf að fylgja eftir því sem lært í meðferðinni. Meðferðin hún kannski 6 vikur eða eitthvað slíkt en margir af þessum sem koma til okkar á áfangaheimilin hafa þá verið í langtíma meðferð 3 mánuði, 6 mánuði og oft meðferðinni framlengt til dæmis hjá SAO sem eru með 1 mánuði í eftir meðferð að það sem lærist þar að það svona að taka ábyrgð á eigin lífi í daglegu lífi og áfangaheimilið svona rammi utan það að takast á við daglegt líf
út frá batamiðaðri nálgun og við erum í þessum áfangaheimilum að þá erum við með heildræna nálgun. Við erum að tala það að einstakling þarf að taka til í öllum sínum rönnum og það búið að lýsa þessu hérna hvernig þetta gert í Kvennaathvarfinu og hvað verið að fást við. Og auðvitað erum við bara að tala fólk sem að þarf að taka ábyrgð á lífi sínu eins og við þurfum öll að gera frá morgni til kvölds. Og það oft ýmislegt sem þarf að vinna með og lífsleikni til dæmis eitt af því sem kannski ábótavant að bara njóta sín í lífinu og takast á við daglegt líf. Og fjármál eru oftast nær í mjög erfið og þetta eignalaust fólk sem með mikla skuldir í heimabankanum sínum og það þorir ekki eins og opna hann til að til dæmis við setjum inn á þúfunni, þá setjum við inn reikning fyrir húsaleigunni og hann kemur í heimabankan og það bara kvíðvænlegt að opna þennan heimabanka því að það svo margt annað sem ekki bara svigrúm til þess að gera neitt með á þessum tíma. Þannig að við erum að fást við allt sem kemur að mannlegri tilveru og rútínan sem að við veitum þá á þessum áfangaheimilum svona grundvöllur þess að eignast stöðuleika í lífinu. Nú þetta nú svona það sem að áfangaheimili gera, að það svona rammi utan það að geta átt gott líf. Langtímabati markmiðið. Við erum að tala tímabundið úrræði sem á að vera einhvers konar brú og ein kona frá því ég byrjaði á þúfunni átti eitthvað annað heimili þegar hún kom til okkar. Semst átti í eitthvað að hverfa sem var öruggt. Allar aðrar hafa verið heimilislausar og það eru jafn heimilislausar þegar að kannski dvölinu okkar líkur hjá okkur og það eru áskoranir sem að ég ætla að koma betur inn á eftir. Þannig og heimilisleysi að það þó að ykkur hafi verið einhvers staðar inn á sófanum hjá ömmu eða vinafólki eða hvar fram að meðferðinni þá það skilgreining á heimilisleysi og vera í stofunni hjá foreldrum með ömmu eða hverjum að það heimilisleysi. Þó að fólki sé kannski ekki að gista í gistiskýli. En margir af þessum einstaklingum hafa þurft að gera það á einhverjum tímapunkti. Og það svona mjög mikil breidd þarna í þessu en það sem að þetta fólk á sameiginlegt á áfangaheimilunum að það skert starfsgeta líka og það auðvitað áskorun sem að þarf að takast á við. En varðandi erlendar rannsóknir, það einhver rannsóknir til á Íslandi á árangri áfangaheimila en við höfum verið með áfangaheimili hér áratugum saman með misjafnu formi. En það sem að erlendar rannsóknir sýna að það eru betri lífsgæði, það stöðuleiki og langtímabati, það byggir upp langtímabata. Því lengur sem fólk á áfangaheimilinu því meiri möguleika á það að ná því að verða edrú og eiga gott líf og kannski bara restina af lífinu sem auðvitað markmiðið til þess að ná tökum á þessum erfiða sjúkdómi sem einkennist af þessu hræðilega stjórnleysi sem að þá rífur allt niður sem í lagi. Nú, rannsóknir sýna það að það sameinar fjölskyldur og börn og það betri nýting á endurhæfingu. Það meira úthald í því að endurhæfast og komast á vinnumarkað og geta séð sjálfum sér og sínu fólki farboða. Og það endurkomur í meðferðir eru færri að sjálfsögðu þar sem að fólk þá að ná einhverjum tökum á lífi sínu. Nú það minna álag á bráðamóttökur og það mjög dýrt að hafa fólk í þessu stjórnleysi fyrir samfélagið. Því að bráðamóttökurnar ef þið hafi farið á þær einhvern tímann þá setur oft fólk í þessari stöðu þar og það ítrekkað að lenda á bráðamóttökunum og það eru þá færri líka endurkomur í neyðarskýlunum.
og afbrot eru færri. Þannig að árangurinn er bæði fyrir einstaklinginu auðvitað með bætt lífsgæði og svo fyrir kostnað vegna samfélagslegra þátta. Þannig að áfangaheimili sem að við kannski tölum ekkert svo mikið þessi heimili almennt, en þetta eru úrræði sem eru gríðarlega mikilvæg og bera mikinn árangur ef einstaklingur nær tökum á lífi sín þar og styður algjörlega við það. Og það sem verður líka að segja að þessir einstaklingar, þeir þurfa langvarandi þéttan stuðning. Við erum að tala 2 til 5 ár oftast. Við erum ekki að tala eins og áfangaheimilin eru kannski 3 til 18 mánuðir. Það er bara stuttur tími í lífi þessa fólks sem kemur inn með mjög skerta starfsgetu og er lengi þar sem einkenni til dæmis hjá okkur konurnar er mjög þreyttar, eins og var nefnt hérna áðan í kvennaathvarfinu. Það er mikið þessar konur að hafa áfallasögu og svo þetta álag að vera á þessum stað í lífinu. Þannig það er mikil þreyta og lengi, töluvert mikið lengi finnst mér. Við höfum verið að reka áfangaheimili á Íslandi frá því á 7. áratug, síðustu aldar, með ýmsu móti og oftast nær það og flest eru rekin af frjálsum félagasamtökum. Reykjavíkurborg hefur rekið sína eigin áfangaheimili núna í mörg ár og sem er vel, en annars er þetta mestmegnis rekið á styrkjum og sjálfboða vinnu næstu því. Að sjálfsaflafé eitthvert og einhverjir styrki sem maður þarf stöðugt að vera að sækja styrki til þess að veita mjög sjálfsagða velferðarþjónustu. Og þetta eru áskoranir sem að mér finnst áfangaheimilin standa frammi fyrir og hafa auðvitað alltaf gert. Og við erum að fá mikið þyngri hóp, meira og meira mæli sem og þá þarf meiri og þéttari stuðning og þjónustu. Þetta eru 198 rými sem við höfum og það eru biðlistar yfirleitt í þessi úrræði. Og á tímabili þá eru kannski 10 konur að bíða sem eru í meðferð og það er ekkert, maður getur aldrei sagt hvenær plássið losnar. Þannig að það er líka svona streita að vera komin í meðferð sem er kannski búið að vera að bíða eftir mjög lengi. Það eru langi biðlistar í meðferð og svo er komið að þessu að komast í meðferðina og síðan hvað svo. Við erum með 27 rúm fyrir konur á þessum áfangaheimilum, sérstaklega bara fyrir konur og 105 fyrir kalla og 66 eru ótilgreind og þá eru nokkrar konur kannski inn á þeim áfangaheimilum. Og þetta eru þá 14% af þessum 198 rýmum sem eru sérstaklega eyrnamerktar konum, en konur eru svona 30% af þeim sem kom í meðferð. Þannig að það er mikil skortur á úrræðum og það finnum við mjög vel, þó það sé svona svolítið sveiflukennt að þá finnum maður alveg, hef ég fundið mjög fyrir þessu að það er skortur á úrræðum fyrir konur í þessu samhengi og sérstaklega konur með börn. Þúfan er áfangaheimili sem að eru pláss fyrir 10 og við höfum stundum verið með alltaf 12 og við höfum haft svona aukarými sem að á tímabili var nauðsynlegt að hafa. En 23 þá voru 29 konur á því ári og sami fjöldi 24 og á þessu ári hafa 27 konur komið og stundum er sama konan kannski á einhverjum af þessum árum. Aldurinn er mjög breiður, það er 18 til 70 ára og það er mjög mismunandi hvað margar eru kannski á hvaða aldri þarna inni og núna í dag erum við með eina 70 og svo yngsta hvaðli kannski að verða 30, rúmlega 30, þannig að það er allir gangur á þessu og alveg niður í 18 ára. Og fjöldi barna, flestar konurnar eiga börn og þeir sem hafa átt börn undir 18 ára, það var 12, 23 og 13, 24 og 12 á þessu ári.
og barnavernd kemur gjarnan að málefnum þessara kvenna og eins og við sjáum þá það rúmlega helmingur þeirra sem eiga börn undir 18 ára þá barnavernd með aðkomu og oft eru börnin í fóstri og þá ykkur umgengni og ykkur vinnsla í gangi hjá barnavernd og húsnæðisleysi oft hluti af því að konan á engar möguleika á því að fá að hafa barnið nema í ykkur mjög stuttum umgengni sjaldan kannski 2 ára eitthvað slíkt og oft eru mál komin í ansi erfiða stöðu. Það það sem að lífstílinn og stjórnleysið hefur skapað. En þarna eru konur komnar inn í umhverfið þar sem þær geta unnið úr sínum málum og við höfum haft búandi börn, reyndar ekki mörg og á þessu ári var ungabarn hjá okkur sem að bjó með móður sinni í 5 mánuði. Konan kom barnshafandi inn í úrræðið og það eru auðvitað þá barnaverndarmál og þarna finnst mér þurfa að vinna mjög ötullega að breyta og bæta. Okkur vantar úrræði fyrir konur sem eiga við þennan vanda etja og hafa löngun til þess að hafa sín börn. Það engin tækifæri til þess inn í þessu almennilega. En ég að fylgja áfram eftir þessari konu sem þá farin frá okkur með þetta litla barn og við höfum verið í góðri samvinnu við velferðarsvið með félagslegt leiguhúsnæði sem mjög mikilvægt og okkur vantar okkur vantar svona brú eins og hvernig athvarfið með, sýnist mér og mjög glöð að sjá að það sem sagt í framkvæmd. Þannig að við erum með konur sem eru á vondum stað þegar þær koma inn í meðferð en oft sjáum við sólskins sögur, við getum sagt margar góðar sögur af velgengni og þetta úrræði sem heitir Þúfan í dag hét Dyngjan hér áður fyrr og sem sagt úrræði sem var stofnað 1988 af konu sem hafði sjálf átt við þennan vanda að etja og var svo heppilegt og gott að borgarstjórn Reykjavíkur á þeim tíma afhenti þá hús til leigu með litla leigu sem við erum enn í og það náttúrulega orðið barnsins tíma, þetta svona herbergjasambýli mjög þröngt en notalegt hús en það húsnæðismál eru þá það sem eru mestu áskoranir bæði fyrir konurnar sem sagt að dvöllokinu og hjá okkur með úrræðið og það horfir nú betur að horfa mála hjá okkur eftir áramót að þá flytjum við úr þessu húsnæði. Og nú áskoranir eru mestar semst þá auðvitað fyrir þessar konur sem að búa hjá okkur og ég veit að það samskonar hjá öllum öðrum áfangaheimilum að það skert starfsgeta. Það að geta orðið vinnufær og sér farboða. Það búið að tala hér fjárhagsaðstoðina og lágtekjufólk en við erum með fólk sem ekki á vinnumarkaði yfirleitt. Við erum með öryrkja og notendur fjárhagsaðstoðar. Þannig við erum með fátækasta fólkið í landinu í raun og veru sem auðvitað áskorun fyrir allt fólk. Og það endalaus bið eftir úrræðum, það bið eftir að komast inn í þessa meðferð og svo kostar orðið að fara inn í meðferð, það ekkert ókeypis og síðan það aðstæður vegna barna sem eru mjög aðkallandi og ég tel að yfirvöld, stjórnvöld þurfa að girða sig í brók þarna. Og nú það skortur sem sagt þá á framhaldsbúsetu og það skortur á eftirfylgd og stuðningi að lokinni dvöl og við höfum verið að reyna þetta. Og það mismunandi hvað þær hafa áhuga fyrir því en félagsþjónustan sem þá ef það í félagslegu leiguhúsnæði þar á að vera samningur eftirfylgd einhvers konar frá félagsráðgjöfum á þjónustumiðstöðum sem ég veit ekki alveg hvernig að fúnkera, get ekki sagt það en það það sem þetta fólk þarf eins og ég sagði áðan, við erum að tala 2-5 ára að meðferð lokinni. Þetta ein lítið meðferð gerir lítið fyrir þetta fólk.
þá bara voði mís og bakfall framundan ef ekki stuðningur. Nú það sem að maður sér náttúrulega, það skortur á samþættingu í þjónustu og það hefur verið nefnt hérna líka að það það sem áskoranir, að kerfin tala saman og þetta svona hips haps og fer svolítið bara eftir því hver vinnur hvar og hver brennur fyrir hverju, sýnist mér og af langri reynslu í þessum bransa. Þannig að ég svona kalla svolítið eftir því að við kannski setjum í gang einhvers konar samþættingu inn í bara lögbundum samþættingu í þessum málaflokki eins og í farsældarlögunum. Þannig að það ætla ég bara að hafa mín síðustu orð og takk fyrir. Takk fyrir það. Mér langar að byrja því að þakka öllum sem að hafa talað hérna og biðja ykkur að koma í pontu eða í pallborð, það verður ekki langt. En ég ætla að biðja ykkur að hugsa svolítið í lausnum með okkur af því að þið eru búin hvert og eitt að greina í raun og veru vandan út frá ykkar sjónarhorni og mig langar að gefa ykkur það faglega frelsi sem að þið þurfið að hafa til að geta svarað spurningum og vera lausnamiðuð og við þurfum eiginlega yfirliggjandi spurningin stendur kerfið við að húsnæði sé mannréttindi og ef þið getur hugsað eina kerfisbreytingu sem myndi bæta stöðu fólks mest þá myndi ég vilja svona fara á að við höfum takmarkaðan tíma og mér langar að byrja á ykkur Egill og Kristín frá HMS. Hverju telið þið að þurfa að breyta til að húsnæðisöryggi verði tryggt sem mannréttindi? Já. Þið látið bara mikrofónin ganga. Já, ok. Heyrið þið mér? Já, ok. Við tölum áðan til dæmis almenna íbúðakerfið. Það sem sagt bara ótímabundnir samningar. Ég held samt að almenna íbúðakerfið verði aldrei laust fyrir alla. Ég held að þurfi líka að vera markaður sem ekki stýrður að hinu opinbera. Engamarkaður með útleigu á íbúðum eins og í löndunum í kringum okkur. Það sem að leiguöryggi eða húsnæðisöryggi leigjenda töluvert meira. Fólk býr í Skandinavíu mjög lengi í leiguíbúðum og býr við mjög mikið öryggi. En þetta einhvern veginn ekki til staðar hérna meira á svona skammtíma samningum. Þannig ég held sér ekki endilega að við erum ákveðna lausn en markaðurinn það þarf kannski líka svona meira fastmóta hvernig leigumarkaður má vera og á að vera. Já, ég bara tek undir með þér. Mjög mikilvægt að það sé einhvern veginn raunhæft að vera á leigumarkaði fyrir þá sem að þess þurfa. En svona kannski út frá því sem ég var meira að tala að þá myndi ég einmitt vilja sjá bara meiri áherslu á framboðsliðina á leigumarkaðnum og eins og við höfum áhyggjur af því að stuðningur á eftirspurnarhliðinni eins og húsnæðisbætur og svona stuðli að hærra húsnæðisverði sem að gerir þessum hóp sem við erum búin að tala hér í dag miklu erfiðara fyrir að minnsta kosti á þessum almenna leigumarkaði. En já, og svo bara þá einmitt að stuðla þá meira að framboðsliðinni og uppbyggingu þá meira af þessu félagslega og óhagnaðardrifna húsnæði sem að kannski raunhæfari búsetukostur og öruggari búsetukostur fyrir þá tekju og eignalægstu. Aðalbjörg, hverju þarf að breyta strax? Það þarf að vera til húsnæði sem að fólk ræði að borga fyrir. Við erum með, og eins og við erum búin að vera að tala í dag, við erum með tekjulægstu hópana. Við höfum talað öryrkja. Mér alltaf hugleiki fólkið til þykkur framfærslu frá sveitarfélagi. Framfærsla frá flestum sveitarfélagum á höfuðborgarsvæðinu eru 250.000 krónur og ef við notum reikniregluna sem að þau hjá HMS gáfu upp hérna áðan að þá erum við að tala leigu upp á 60-70.000 og það ekkert hægt að fá fyrir það. Þannig að það eitthvað sem við verðum að vera með húsnæði sem fólk getur borgað fyrir og á fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Og svo held ég eftir að hafa heyrt í Ellunni og Þúfunni og Kvennaathvarfinu að þá verðum við að bregðast betur við því að halda þjónustukeðju og koma fólki úr einu úrræði, rýma fyrir að fólk komist þar inn og að koma því á betri stað í öruggt skjól annar staðar. Kerfin fara að vinna saman. Já. Kristín Heba,
Hverjar eru brýnustu kerfisbreytingarnar? Þú kemur náttúrulega frá úr kjarabaráttunni. Já, ég maður auðvitað ætla að við viljum hafa það þannig að fólk geti lifa á laununum sínum, þau sem eru á vinnumarkaði og mér finnst svona kannski skorta að það þurfi ekki að vera tvær tekjur inn á heimilu og það tengist ofbeldismálunum eins og Linda kom inn á. Þannig að það er auðvitað að gera það með mismunandi hættum til dæmis með stuðningskerfum fyrir barnafjölskyldur og einstæða foreldra. Þannig að ég held að það þurfi að huga að því að börn standi meira séu með standi jafnar í okkar samfélagi. Það er því miður ekki staðan og það er hægt að breyta þeim kerfum og síðan mætti styðja sérstaklega einhleypa og einhleypa foreldra mun meira mæli. Linda Dröfn, hvað myndir þú telja að gerði mestan mun eftir dvölina í atkvarðunni hjá ykkur fyrir ykkar skjólstæðinga? Já, það er náttúrulega búið að koma fram ansi margt gott og þessi þjónustukeðja sem að við sannarlega höfum oft á tíðum náða að virkja og þá ganga hlutinni vel, þá getum við sýnt sveigjanleikann á móts við þjónustuna og einmitt brúa bilið eða er eitthvað bið og annað slíkt. Ég myndi vilja sjá náttúrulega pínu lítill hluti kvenna sem stígur út ofbeldi kemur til okkar. Þetta er risastór hópur þarna út í samfélaginu og við þurfum að sjá kerfin vinna betur fyrir þessar konur, til dæmis varðandi tryggingu. Þú veist að sveitarfélögin sé að veita tryggingu fyrir leigutrygginguna, að það gangi greiðlegar og hún sé greidd ef eitthvað er. Við þurfum að sjá að þær hafi aðgang að sínum fjármunum, að þær fái sérstaka þjónustu af þeirra stíðu út úr ofbeldi sem að er til dæmis sem að hefur verið að hluta til gert, að þær fái að koma inn í kerfið þó svo séu enn skráðar giftar, fyrir skilnaður tekur alltaf langan tíma, þannig að kerfið þarf bara að fara hraðar í gang fyrir þessar konur. Erla, þú komst nú inn á marga punktar sem að þarf að laga og þú ert hókynna reynslu eins og þið eru hérna, en sko, hvað er það sem að samfélagið þarf að skilja betur í málefnum þeirra sem að eiga ekki þak yfir höfuðið? Í málefnum þeirra sem eru með vímuefnaröskuna, þá finnst mér þurfa svona viðhorfsbreytingu fyrir það fyrsta að einstaklingu sem að verður svona illa út úr vegna sjúkdóms að hann þurfi stuðning og við þurfum að eyða peningum í það. Ég held að það þurfi svolítið að breytast og þá erum við að tala um almenning og stjórnvöld. Það er þannig að það þarf að fara á hverju ári og sækja einhverja peninga sem að duga svo valla, tæplega. Þannig að ég held að það er það sem að fyrst og fremst að fara að horfa á þetta að virði hvers einstaklings skipti máli, sama hvar hann er staddur í lífinu. Ólöf og Elín, þið komið inn á mjög áhugaverðan punkt sem er þessi kynslóðaflutningur félagslegs vanda sem að ég held að allir félagsráðgjafar þekki. Hvernig er einhvern veginn hægt að stöðvan? Þurfum við lagabreytingar? Er þetta viðhorfsbreytingu? Hvernig eigum við að stöðva þennan kynslóðaflutning? Þetta er mjög góð spurning, en það er náttúrulega það sem við erum að gera í Ellunni, erum við að reyna að stoppa þetta með því að styrkja foreldra og styðja þá þannig að þeir hafi bara þekkingu og bara trú á eigin getu til þess að verða svo bara samfélagsþegnar sem að skila skattum og eru í vinnu og eru bara með. Hvað er ykkur við? Nei, ekki nefn bara þú veist, þegar þau ná að vera búin að fara í endurhæfingu jafnvel og komin á vinnumarkaðinn, þá eru þau orðin viss fyrirmynd. Og þú veist, það er svolítið þessi fyrirmynd sem oft vantar fyrir börnin. Þannig að það er kannski það sem við erum svolítið að vinna að og náum því kannski líka með tengslamyndirinni. Takk fyrir þetta, en út í sal eru spurningar og við skulum gefa orði laust á til ykkar. Já, komið sæl, Kjartan heiti ég og ég er verkefnisstjóri á ÖBÍ. Ég langar bara að byrja að þakka ykkur fyrir mjög áhugaverð erindi. Þetta er búið að vera rosalega góður lærdómur að fá að hlusta á ykkur. Mér langar þess að beina spurningum hérna til Egils hjá HMS út að mér hugsi hérna í kringum hérna með hlutdeildarlánin. En núna sjáum við hjá okkur að hérna þessi lausn virkar ekki fyrir
fyrir fatlað fólk og við heyrum hérna, ég heyri það líka hérna hjá Aðalbjörg að þetta var ekki einhver valmöguleiki sem að stæði þeim hópi sem að þau hafa verið aðstoða heldur. En á móti til að mynda í skoska kerfinu þá voru þessir hópar, fatlað fólk, öryrkjar, fyrrum hermenn og eldra fólk eru sérstaklega skilgreindir sem forgangshópar. Ég fór þá að hugsa í ljósi þess að þú talaðir hérna með mætti ekki selja eignir úr almenna íbúðakerfinu. Sæir þú mögulega einhver svona sóknarfæri á að útvíkka hlutdeildarlánakerfið þannig að það væri áfram sjálfbært en á móti því að hvort sem það væri sveitarfélög eða óhagnaðardrifin félög sem eru þá búin að með tiltölulega nýja eignin, kannski búin að vera í leigu í 15 ára eða svo, myndi kannski selja íbúðunum hana sem maður gæti á að fara þá beint kannski áfram inn í almenna kerfi án þess að það myndi þá fara að skatta það. Sko, já, ég skal reyna að svara þessari spurningu. Þetta eru, sko, kerfin 2 eru algjörlega, það er algjör veggur á milli þeirra. Þannig að í dag það getur ekkert flæðorð á milli og þetta er sikkurt, sko, þetta er í rauninni, ég ætla að segja þessi sikkur sjóðurinn á bakvið þetta, en það er ekki búið að stofna til dæmis húsnæðismálasjóð nú þegar sem er tengt stofnframlagakerfinu. En sko, þegar hlutdeildarlána, að því þú spyrir svolítið út í það, þegar hann er settur á laggirnar, þá skilir þetta allt nýbyggðar eignir. Þá má ég ekki koma eldri eignir af því það var bara ákvörðu þess tíma að þetta ætti líka að vera efla markaðinn og það var áhyggjur á því ef þetta ef að það mætti kaupa líka eldri eignir með hlutdeildarlánum að það myndi hafa áhrif á húsnæðisverð og myndi þá býta sig í skottið ef það væri ef hlutdeildarlánin þá væri þau að auka eftirspurnina og þá verði minna bil á milli eftirspurnar og frambors sem myndi auka húsnæðisverð. En það er ekkert óhugsandi að það sé hægt að gera þetta en náttúrulega almenna íbúðakerfið langtíma hugsun að það á ekki að selja íbúðir út úr kerfinu. Þetta í raun, hugsunin og kerfið verður ekki sjálfbært nema að sko í rauninni íbúðirnar haldi áfram. Þannig að þetta er alveg góð pæling. En ég er ekki með töfralausnina í kollinum en það má alveg hugsa þetta. Þú tekur þetta með þér inn á AMS. Fleiri spurningar? Við erum ég get alveg dundrað okkur miklu fleiri en við erum líka að reyna að virða tímamörk en ef það er eitthvað sem að hvílir á ykkur sem þið myndu vilja segja að lokum þá er það velkomið í 10-15 sekundur ef það er eitthvað. Annars vil ég bara fá að þakka ykkur innilega fyrir. Þetta var svo tímabær umræða og svo mikilvægt að tengja saman húsnæðisöryggi og mannréttindi. Að mannréttindi byrji heima er svo frábært slagorð finnst mér. Mér langar að bara biðja ykkur að klappa vel fyrir fyrirlesarunum okkar og þið sem heima eru. Takk innilega.